Góðan daginn, góði gestir. Ómar heiti Garðarsson, annar ritstjóri Eyjafrétta og ég byrja á því að þakka ykkur fyrir komuna og bara þáttöku umfram vonir. Nú, síðustu helgi fögnuðum við sjómannadeginu sem skipar stóran sess hér í Vestmannaeyjum og eins og öðrum sjávarbyggðum. Eðlilega því allt byggist þetta á því hvernig fiskast. Það samt eins og allt of fáir gerir sig grein fyrir því. Sjónvarpsstöðvarnar, Ríkissjónvarpið og Stöð 2 gerðu deginu skil með því að mynda krakka skoða furðufiska sem voru þorskur, karfi og ufsi. Ef þessar tegundir orðnar furðufiskar í augum fréttafólks ekki nema að vona að illa gangi að koma sjónarmiðum sjávarútvegs á framfæri. Á þetta við greinin alla fólki þess sem þar vinnur og sveitarfélögin sem hafa vaxið og dafnað af því sem að sjórinn gefur. Þetta ekki síst ástæða fyrir því að Eyjafréttir og eyjafréttir.is hafa boðað til ráðstefnu frumvarp ríkisstjórnarinnar breytingar á veiðigjaldi. Nú ég vil þakka góða þáttöku og frummælendum sem eru Einar Sigurðsson stjórnarformaður Ísfjarðarlags hf, Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson framkvæmdastjóri Vinnslustöðvarinnar, Guðmundur Fentram stofnandi Keresis á Ísafirði, Páll Magnússon forseti bæjarstjórnar Vestmannaeyja, Róbert Ragnarsson sérfræðingur frá KPMG og Stefán Örn Jónsson framkvæmdastjóri Skipalyftunnar. Sérstaklega vil ég þakka Guðmundi fyrir að koma alla leið frá Ísafirði til þess að taka þátt í þessari ráðstefnu með okkur. Við eigum von á fjörlegum fundi og upplýsandi og af nóg að taka. Útreikningar sýna að það útreikningar sýna að nái frumvarp ríkisstjórnarinnar fram að ganga í óbreyttri mynd þýðir það skatt upp á 1,5 milljarða hér í Vestmannaeyjum. Ekki kannski ógnvekjandi tala en á 10 árum eru það 15 milljarðar og munar minna í 4.500 manna bæjarfélagi. Nú Kristrún forsætisráðherra og Hönnu Katrín atvinnuvegaráðherra var boðið á ráðstefnuna ásamt öllum þingmönnum kjördæmisins. Þær áttu ekki heimangengt en ég vil þakka þeim þingmönnum sem sáu sér fært að mæta. Vonandi verður þetta ekki bara áhugaverður, heldur líka skemmtilegu fundur því margir hafa sem betur fyrir áhuga sjávarútvegi. Einn þeirra hringdi mig í síðustu viku, Vilhjálmur Bjarnason, fyrrum útibússtjóri hérna í Vestmannaeyjum, fyrrum þingmaður, dálkahöfundur á Mogganum sem einn þeim sem gerir Moggan bara besta fjölmiðil á landinu. Ég skrifa lítið í það Og ástæðan fyrir því að hann hringdi, hann var út af nýrri Heimaey og sölu Ísfjarðarlagsins á þeirri gömlu og spurði bara hvort að hún hefði ekki bara verið fullgóð. Nú ég sagði svona eins og ég gat sagt að gamla Heimaey hefði verið mikið happað skip og gengið vel. Og þá spurði hann út í Álfsey suður í Ottó og ég reyndi að svara eftir bestu getu en lofaði að afla upplýsinga og ég gerði það í gær. Nú hann sagði mér að ferðalagi til Færeyja í vor þar sem færeyskip voru honum hugleikin. Spurði og fararstjórinn kona orðin hundleið á honum en ekki með svör á reiðum höndum, vissi lítið skip í Færeyjum. Endaði með því að hún færði honum færeysku skipaskrána. Og okkar maður sáttur gat fræðst Finn Fríða, Kristjáni Grjótun og fleiri glæsileg skip í eigu Færeyinga. En með þetta leiðarljósi ætlum við að leggja upp og nú bið ég Tryggva Má Sæmundsson, annan ritstjóra Eyjafrétta, að koma hér og taka við. Hann ráðstefnustjóri. Takk fyrir. Takk fyrir það Ómar og verið öll hjartanlega velkomin hérna á þennan opna fund. Ég ætla nú ekki ílengja þetta, Ómar fór ágætlega yfir þetta, en svona verður dagskráin sem sagt næstur í pontu Stefán Örn Jónsson. Hann framkvæmdastjóri Skipalyftunnar. Einar Sigurðsson kemur á eftir honum, stjórnarformaður Ísfjarðarlagsins. Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson, framkvæmdastjóri Vinnslustöðvarinnar síðan. Og þar á eftir Páll Magnússon forseti bæjarstjórnar. Róbert Ragnarsson frá KPMG kemur á eftir Páli
og Guðmundur Fertram, stofnandi Keresits, hann verður hérna með síðasta erindið og svo ætlum við að reyna að ná hérna nokkrum spurningum úr sal. En eins og ég segi, ég ætla ekki ílengja þetta Stefán Örn Jónsson, ég býð hann velkominn í pontu, hann framkvæmdastjóri skipulagsstöðvarinnar og ætlar að fara yfir svona hvernig þetta veiðigjaldafrumvarp kemur við þjónustufyrirtækin. Takk. Ákveðnir fundagestir, fundastjóri. Ég ætla að fara í þetta aðeins í þetta í nokkrum orðum hvaða áhrif þetta frumvarp hefur á fyrirtæki eins og skipaliftuna sem að er eiginlega bara eingöngu í því að þjónusta sjávarútvegsfyrirtæki og eru þau nú frekar stór hér í Eyjum. En þessar breytingar sem eru fyrirhugaðar koma til með að hafa gífurleg áhrif á fyrirtæki eins og skipaliftuna sem byggja sína þjónustu á viðskiptum við sjávarútvegsfyrirtæki. Við vitum ekki hvað þessi áhrif koma til með að verða mikil, en það er eins í svona gjörningum sem á öðru, þá er óvissan alltaf verst. Ég held að það sé alveg ljóst að verði þessa hækkun að veruleika munu sjávarútvegsfyrirtækin draga saman í fjárfestingu og viðhaldi og mun það hafa mikil áhrif á þjónustufyrirtæki sem að veita þessa þjónustu í Vestmannaeyjum. Ef við tökum dæmi eins og með skipaliftuna, þar sem að starfa í dag 45 manns, að þá segir það sér sjálft að þetta skaðar okkur mjög mikið. Ég segi 45 manns, þetta er svona sá fjöldi sem við teljum okkur þurfa að hafa. Við höfum ekki alltaf nóg fyrir mannskapinn að gera, en við getum ekki lyft okkur það að fara að segja hér upp mannskap því að það er ekkert of gott að fá menn í þessi verkefni. Þannig að við þurfum þá bara í eitthvað viðhald hjá okkur sjálfan með hann. En þetta er svona, við erum farin að kunna svolítið inn á þetta. Við vitum alveg hvaða tími þetta er sem að kemur svona lægð, svo vitum við líka hvenær topparnir koma. En þeir eru líka alltaf að breytast, eins og til bara núna þegar síðasta lónavertíð var blásin af. Það hefði gífurleg áhrif á okkur eins og önnur þjónustufyrirtæki hér í Eyjum. Því að við gerum okkur alveg grein fyrir því að þessi vinnu okkar, hún byggist á góðri afkomu sjávarútvegsfyrirtækjanna. En eins og ég segi þá er þetta svona kannski vissir tímar sem koma sem við getum svona nokkurn veginn stjórnað hvað við gerum. En ef að þetta heldur svona áfram og ílengist, að þá náttúrulega er spurning hvað maður neyðist til að gera. En ég er svo sannarlega vona að það verði ekki, því að eins og ég segi, þá eru fyrirtækin okkar að vinna 45 manns og það sjá náttúrulega allir að þetta hefur náttúrulega gífurlega margfaldis áhrif á fjölskylduna hér í bænum. En við skulum nú vona að það til þess komi ekki. Og eins og sjávarútvegsfyrirtæki hérna, eins og Ísfélagið og Suðurskautsstæðin, þau náttúrulega hafa verið mjög dugleg í að standa í að fjárfesta og standa í breytingum á húsnæði sínu og laga og bæta og höfum við svo sannarlega notið góðs af því. Og það gefur náttúrulega auga leið ef þetta verður að veruleika að þá minnkar sú vinna og gera eitthvað. En við vitum náttúrulega líka að uppbyggingin, hún heldur væntanlega áfram ef að allt verður eðlilegt, en því miður er ástandið þannig í dag að maður er ekki bjartsýnn, maður er hræddur framtíðina sem að, skiptir ekki bara fyrirtæki mitt máli, það skiptir bara öll fyrirtæki í Vestmannaeyjum máli og sérstaklega þessi fyrirtæki sem að einblína það að þjónusta sjávarútveginn.
En eins og ég segi þá þetta nú þannig að við getum stjórnað þessu svolítið í dag, en ef þetta verður þá búið að kippa öllu sem sagt undan okkur. Loðnubresturinn, hann ekki að mannavöldum, en þessi gjörningur sem áætlaður núna, hann að mannavöldum. Þannig að ég bara vona svo sannarlega að ég sé á svartsýnn og ekkert af þessu rætist og við höldum áfram að lifa hérna í sátt og samlyndi og höfum nú að gera hvert fyrir annað. Þannig að ég ætla að segja að þetta var gott í bili. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Stefán. Ég gleymdi að minnast á það, ég ætla að vera svolítið harður hérna á tímamælingum. Ég ætla að reyna að miða við 7 mínúturnar og ég fyrir að láta menn vita þegar það er komið í 7 mínútur erindið, þannig að við getum keyrt þetta sæmilega áfram. En næstur í pontu er Einar Sigurðsson, stjórnarformaður Ísfélagsins. Gjörðu svo vel. Góðan daginn, ágætu gestir og Eyjafréttir, takk fyrir að boða til þessara fundar eða ráðstefnu. Ég held að sé ekki hægt að fjalla veiðigjöld og auknar álögur á sjávarútveg á þess að skoða það rekstrarumhverfi sem sjávarútvegur starfar í dag, samkeppnisstöðu og fjárfestingar. Við skulum aðeins velta fyrir okkur af hverju það er yfir svona mikið sjávarútveg á Íslandi og hvað er verið að rífast. Það er nefnilega þannig að greinin á Íslandi, og við erum að bera okkur saman við Noreg, að greinin á Íslandi hefur stækkað mikið. Fyrirtækjum hefur fækkað, fjárfestingar eru gríðarlega miklar og tölurnar eru stórar. Það hefur oft kallað á ósanngjarna og ómálefnalega umræðu og í henni, og það skrifast kannski aðeins á okkur sem störfum í greininni, að þar höfum við mátt kannski taka meiri þátt og taka harðar á móti allavega mestu vitleysunum og því ómálefnalegasta. Í gær sýndi Ísfélagið nýtt skip heima í VF1. Það skip kostaði til dæmis 5 milljarða en hagnaður Ísfélagsins á síðasta ári var 2,1 milljarður. Þó að allar fréttir tala það að þetta séu háa tölur, þá er þetta til þess að vera í fremstu röð, þá þarf sjávarútvegurinn að fjárfesta og það er mikið. Okkur hefur mistekist að hluta til að útskýra þetta háa hlutfall sem fer af afkomu greinarinnar sem fer í fjárfestingar og hver skattspor greinarinnar er. Því oft á tíðum er þannig látið umræðinu að sjávarútvegur greiði litla sem enga skatta. Ekkert er meira staðreyndalaust heldur en nákvæmlega sú staðreynd eða því sem haldið er fram. Og auðvitað skrifast á okkur að hluta til sem störfum í greininni hafa ekki gert betur þarna. Íslensku sjávarútvegur byggist á samþættingu veiða og vinnsla. Þannig höfum við náð árangri og ef þið horfið á þessa mynd hér, þá sjáum við að þetta er sirka bát hvernig krónurnar 100 skiptast. Því við erum með fiskvinnslu hér á Íslandi og ég kem betur að það síðar í fremstu röð í heiminum. Meðan í Noregi fara 20% af þorski óunnið úr landi. Það sem þeir kalla unnið er oft á tíðum eingöngu þessum við köllum hérna hausað og fara svo úr landi. Þarna höfum við náð mikilli forystu og ég held að það megi ekki taka upp norsk viðmið í íslensku sjávarútvegi nema maður vilja horfa á þessar afleiðingar og sjá svo fiskvinnsluna hverfa úr landi líkt og gerist í Noregi. Ef við förum í skattspor sjávarútvegsins, þá er það hátt í 90 milljarðar. Skattspor eru allar þær greiðslur sem fara til laun, lífeyrissjóðir, tryggingagjald og kolefnisgjald sem nú verða tvöfalt á milli ára by the way og auðlindagjaldið, sjáu þið hérna, er 10,1 milljarður og er lítill hluti af þessu heildarskattspori okkar. Og fiskvinnslan skilar sirka bát 35–40% af þessu skattspori sem eru 35 milljarðar í kringum það, sem eru þá 3,5 sinnum veiðigjöldin. Það er þetta sem er að skila sér til sveitarfélagana í útsvari.
Það er þetta sem að skila sér í fjárfestingum, í tæknifyrirtækjum sem þjónusta sjávarútveg og það er þetta sem varðar fiskvinnsluna sem er búin að skila íslensku sjávarútvegi í fremstu röð. Og það vita það allir hérna inni og rauninni held ég allir sem tala sjávarútveg að tvöfalda skatta, auðlindaskatta á eina atvinnugrein mun að sjálfsögðu hafa áhrif. Það getur ekki verið að þeir ágætu stjórnmálamenn, þar á meðal forsætisráðherra sem hagfræðingur, horfa á þessa mynd og skilji það ekki að þegar tvöfaldar auðlindagjaldið þá myndu hafa áhrif á skattsporið annars staðar. Auðvitað kann það að vera þannig að það er pólitískt betra að segjast hafa tvöfaldar auðlindagjaldið þó að skattsporið í heild sinni lækki. En við erum ekkert í þeim business eins og sumir stjórnmálamenn að geðjast fólki í Reykjavík með einhverju vitleysu. Þannig að ég tel að ef við erum að ræða sjávarútveg þá þurfum við að vernda þetta og þessa tölu. Það er hún sem skiptir Ísland máli. Við erum kannski ekki nógu góðir í því að þarna er bara að tala beinar greiðslur. Kvikmyndageirinn á Íslandi sem nýtur mikil stuðnings frá ríkinu hefur dreiknað þá út að hver króna sem ríkið veri í kvikmyndagerð skila sér í þremur í beinum og óbeinum tekjum. Ef þú horfir á sjávarútveginn þá þýðir það að 7 krónurnar sem ríkið setur við kostnað fyrir sjávarútveg skila sér í 90 krónum í beinhörðum skattspori. Í dag er sjávarútvegur í samkeppni við ríkisstjórnar sjávarútveg víða Evrópu. Í Noregi, sem ég veit ekki hvort að stjórnmálamenn vilja taka upp hér, fer mikill hluti fisks og óunnur á landi. Á Íslandi erum við að borga hæstu laun í fiskvinnslu í heiminum. Þetta eru tölur síðan 2023. Við erum að borga 4.200 krónur með launatengdum, síðan þá hefur þetta hækkað 11% held ég. Noregur borgar 3.400 krónur og ríkisstyrktar vinnslur í Pólandi borga 1.100 krónur. Það þýðir það að launakostnaður Íslendinga að þú færð 4 Pólverja vinnu fyrir hann. Auðvitað þýðir þetta það að við höfum náð að verja fiskvinnsluna með miklum fjárfestingum, þannig að framleiðni í fiskvinnslunni er mjög há. Þessi samkeppni bara að fara harðnandi og því meiri sem álögurnar verða á sjávarútveg að þá er augljóst hvað gerist. Menn reyna að bregðast við. Ef við snúum okkur aðeins að ísfélaginu, að þá er skattspor ísfélagsins í fyrra 6,4 milljarðar. Afkoma félagsins í fyrra var óviðunandi og það ræður miklu að engin loðna var. Og við svo sem erum vanir því að loðnan klikkar árin og það er eitthvað sem við bara bregðumst við. Fyrirtækin eru orðin mjög sterk og stöndu og standa það af sér. En það verður erfiðara að standa það af sér að þurfa að endalaust að hækka að mæta hærri gjaldtöku þar sem allt er sogið út úr atvinnulífinu í Vestmannaeyjum. Ég fór yfir það á síðasta aðalfundi Ísfélagsins og þá tók ég saman Ísfélagið og Rammann sem sameinuðust í fyrra að frá árinu 2015 hafa fjárfestingar þessara Ísfélagsins og Ramma verið 26 milljarðar í öðru en veiðiheimildum. Það er að segja skipum, vélum, tækjum, vinnslum, húsum og það er þetta sem ég held að við gert að verkum að félagið og Ísfélagið er að ég tel mjög framalega í samkeppni við önnur sjávarútvegsfyrirtæki í Atlantshafinu. En það er auðvitað þannig að við gerum þetta ekki ein. Ég tók saman viðskipti á þessum sama áratug við 5 stærstu fyrirtækin í Vestmannaeyjum sem hafa verið að þjónusta okkur og þau eru 10 milljarðar að núvirði. Og þið sjáuð hérna nöfnin á þessum ágætu fyrirtækjum, þið þekkið þetta allt saman. Við erum gríðarlega mikilvægt fyrir þau og það er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að hafa aðgang að öflugum fyrirtækjum sem geta þjónustað okkur og tryggt það að við getum haldið áfram að byggja upp okkar starfsemi. Að lokum vil ég segja eitt við ykkur að við verðum sem störfum í þessu að fá eitthvað fyrirsjáanleika. Og við verðum að geta treyst orðum stjórnmálamanna sem vilja láta taka sig alvarlega. Ég geri mig fulla greining fyrir því að þeir eru margir sem eru í stjórnmálunum sem hafa engan áhuga að vera teknir alvarlega. En fyrir síðustu kosningar sagði núverandi forsætisráðherra og hún sagði fyrir sér tvöföldun auðlindagjalda á 10 árum og byggði það meðal annars á aukinni verðmætasköpun. Svipaðan hluti sagði Víðir, þingmaður Samfylkingarinnar, sem er núna í svokallað eins og heitir og góður íslensku stjórnarþingmaður. Ég tel að grein eins og sjávarútvegur
eigi það skilið að það sé unnið með staðreyndir og réttar tölur og það sé rætt greinina með málefnalegum aðferðum. Það er hrein sturlun að bera saman makrílverð í Noregi og makrílverð á Íslandi, horfandi á fiskmarkaði sem eru jaðarverð og ætla að byggja skatttök á því. Og það sem ég er einna óánægðastur með, að hvers vegna í ósköpunum, ef stjórnvöld vilja taka þátt í málefnalegri umræðu, höfum við ekki ennþá fengið þau gögn og útreikninga sem ráðuneyti notað þegar að reikna þetta. Þannig að þar liggur stór vandi. Hingað til hefur skatturinn séð að reikna þetta. Hvers vegna ráðuneyti nýtti ekki skattinn, veit ég ekki og verða að svara fyrir sjálf og hvers vegna þau ekki að deila þessum tölum verða þau að svara fyrir. En þær eru rangar. Það þýðir nefnilega það að ef þetta er rétt sem SFS og fleiri hafa reiknað út að gjaldið í ár verður ekki 10 milljarðar sem er grunnur eins og ráðuneyti notar, heldur 12,5, þá erum við að tala að auðlindagjaldið er ekki að fara að tvöfaldast, það er að fara að þrefaldast á stað eins og Vestmannaeyjar ef það verður ekki, þessar forsendur verður ekki lagðar. Og það er synd að sjá að fólk hafi ekki notað skattin sem voru að reikna þetta allir sára að efast engi að það sé rétt eða að fengi eitthvað þriðja til að finna út úr því. En það þýðir auðvitað að það getur varla hafa verið markmiðið að alltaf þrefalda auðlindagjöld á Vestmannaeyjar. Takk. Takk fyrir þetta Einar. Stalst þarna aðeins í auka mínútur. En næstur á mælendaskrá er Sigurgeir Brynjar Kristjánsson. Hann er framkvæmdastjóri Vinnslustöðvarinnar. Gjörðu svo vel, Brynni. Fundarstjóri, góði fundamenn og gaman að sjá hvað eru mörg hérna núna og ánægilegt. Ánægilegt að sjá þingmenn koma langt að. Það sem mér langaði aðeins að byrja á er að ramma þetta inn og segja aðeins frá Vinnslustöðinni og segja hvað hann er. Á síðasta ári velti Vinnslustöðin 26 milljörðum og tapaði 500 miljónum. Árið 2002 sem er upphaf línuritsins, þá var veltan 3,6 milljarðar. Í fyrra þá störfuðu 420 manns hjá fyrirtækinu og til viðbótar 40 hjá hlutdeildarfélögum. Árið 2001 störfuðu 185 og þeir sem eru svo gamlir að muna eftir árunni 1999 þegar við sögðum upp meir en helming starfsmanna vegna rekstrar erfiðleika Vinnslustöðvarinnar, þeir vita hvað þetta skiptir máli og það er það sem er merkilegt finnst mér að sjá í þessu, hvað þessar línur tvær hanga saman, annars vegar veltan og starfsmannafjöldin. Nú skuldir og skuldbindingar félagsins í fyrra voru 44 milljarðar og þar af 35 milljarðar í skuldir við banka. Í upphafi þessa samantektar þá voru skuldirnar 5 milljarðar eða sem þetta í árslok 2002. Og hluthafar, af því það skiptir máli, hluthafar eru 220, það er náttúrulega miklu færri en í Ísfélaginu núna, en þeir eru langt flestir í Vestmannaeyjum og svo er einn stór í Skagafirði. Og það er veiðigjöldin sem við ætlum að fara í gegnum og Kristrún Frostadóttir sagði, alveg eins og Einar sagði áðan, við ætlum ekki að breyta fiskveiðistjórnarkerfinu en við ætlum að hækka veiðigjöldin. Hún kom til okkar og sagði þetta. Hér er ég með Daða fyrir framan mig og ég ætla að spila stolið myndband og þið verðið bara að segja frá því ef að sjá. Já, þau við að sjá þetta þannig. 2022 kom svo grundvöllur fyrir því að gera alvöru úr hugmyndinni þegar fjölskyldan ákvað að selja útgerðarfélagi. Það er smá tæknilegir örðuleikar hjá okkur. Og ég segi þetta bara. Við vorum búin að æfa þetta. 2022 kom svo grundvöllur fyrir því að gera alvöru úr hugmyndinni þegar fjölskyldan ákvað að selja útgerðarfélagið Ós. Við erum þá með Þórunni Sveinsdóttur og fiskvinnslu sem heitir Leo Seafood og við vorum að fara að taka ákvörðun það hvort við áttum að byggja nýtt skip, fjárfest í kvóta því að kvótastaðan var orðin ekki nægileg til að halda skipinu á sjó í 12 mánuði og veiðigjöldin voru komin á, þannig að það var lítið eftir í kassanum til þess að fara í nýfjárfestingar
og við vissum að vinnslustöðin hafði verið að skoða að fara í nýsmíði og byggja upp raunverulega fiskvinnsluna hjá sér. Í lok 22 var ákveðið bara að vinnslustöðin taka og kaupa alla útgerðarkvóta og fiskvinnsluna á okkur og halda upp störfunum hér. Það var aðalmálið. Þetta sagði Daði Pálsson og var tilbúinn til að endurtaka og þetta voru áhersluatriðin. Þegar ef þetta klikkaði þá ætlaði ég að hafa þetta líka. Sem sagt, það eru veiðigjöldin sem eru ástæðan fyrir því að þeir hættu og fóru sér yfir. En það er gott fyrir eyjarnar. Fjárfestingin, peningarnir fóru annað, fóru í uppbyggingu sem er mikilvæg og við þurfum að glíma við að greiða þetta. Og í árslok, sagði Daði, var ákveðið að vinnslustöðin keypti og af því allir myndi halda störfunum hér. Og það er það sem það er okkar verkefni. Það er að reyna að halda störfunum hér. Og mér langar aðeins að hér er Palli Magg og hann var á Sprengisandi fyrir stuttu og þar var Kristrún Frostadóttir og hún sagði, fólk sér alveg hvernig eigendur þessara fyrirtækja, það er að segja sjávarútvegsfyrirtækjanna, haga sér. Fólk áttar sig alveg á því. Fólk er alveg læst á tölur. Og hvernig hafa Eyjamenn hagað sér? Og allt frá því að ég kom til Eyja 1992 og vann með Steinar Stóra hérna í útibúinu, að það var alltaf áherslan sú að reyna að halda kvótanum í byggðinni. Þegar útgerðin fækkaði, að þá annars vegar lánaði bankinn eða fjármagniði og hins vegar fóru útgerðarfélögin eða sjávarútvegsfyrirtækin hérna í Eyjum í það að sameina eða kaupa. Og árið 1992 voru 30 útgerðir, í dag eru það 6. Og þá var ég að telja Ós og Huginn með vinnslustöðinni og Berg Huginn með síldarvinnslunni. Þetta er samanburðurinn og hlutdeild Eyjamanna í kvótanum er svo sama. Á þessum tíma, hún er svo sama. En kíkjum þá aðeins á Ós og tölurnar. Veiðigjaldið í vinnslustöðinni á að hækka 840 milljónir ef við horfum til meðaltal áranna 23 og 24. Skuldir eins og ég sagði áðan eru 35 milljarðar, fólk er læst á tölur. Skuldirnar frá árslokum 22 höfðu hækkað 12 milljarða vegna kaupa á Ós, vegna kaupa á Leo, vegna fjárfestinga í nýju húsi sem kostar um 3 milljarða og skoðum svo afkomu Leo. Og ég veit að Daði, sem var að Leo mörg ár, hann er ekki glaður að sjá þessa tölu. Tap 24 upp á 200 milljónir, tap 23 upp á 132 milljónir. Og Ós, ef að Sigurinn væri ég veist að væri nú alveg þokkalega sáttur að sjá töluna 24, 285 milljónir í hagnað, en ekki ánægður með 23, sem var þá 13 milljónir. Samanlagt af þessari fjárfestingu okkar er mínustala í hagnaðartölunni. Vinnslustöðin þarf að glíma við þessa 12 milljarða. Og hækkun veiðigjaldana, þessi ein á sér upp 840 milljónir, jafngildir greiðslum að afborgunum af 21 milljarði. 21 milljarði. Af þessum 35 sem við verðum að taka út úr fyrirtækinu. Og að halda því svo fram að þetta hafi ekki áhrif á fyrirtækið, hafi ekki áhrif á reksturinn, hafi ekki áhrif á nærumhverfið, er þetta ekki í lagi. Kíkjum svo aðeins á vinnslustöðina sjálfa og þetta er útgerðin. Og þetta er bókhaldið og þetta er samanlagðar tölur útgerðar vinnslustöðar og það er bara vinnslustöðin ein undir, ekki Ós og ekki Huginn, en Glófaxi, Ufsaberg og Stígandi eru inni. Við keyptum það á þessum tíma. Nú eru liðnar 7 mínútur. Þetta þýðir það að framlegðin sem er mikið talað sem rekstraragna, ég veit ekki hvort þið sjá hann EBITDA sem kallað er, þessar 13 milljarðar, þeir jafngilda 2 uppsjávarskipum, það bil það, eins og Hákonni. En þið sjáu þegar við brjótum þetta niður á mánuð, að tekjurnar eru 466 milljónir króna á mánuði og veiðigjaldið er 32. Og þegar við horfum á niðurstöðu töluna, þá er hagnaður vinnslustöðvarinnar af útgerð 4,4 milljarðar eða 30 milljónir á mánuði. Það er hagnaðurinn á útgerðinni ef við horfum til sögunar. Og þessi hagnaður, hann dugaði
hann myndi ekki duga fyrir Heimæ sem við skoðum í gær og tókum á móti. Hann myndi ekki duga fyrir 2 bátum sem við vorum að hugsa að kaupa, 29 metra bátum. Og atvinnuvegaráðherra sagði, það verður engin breyting á útreikningi veiðigjalds og útgerðin mun áfram halda 67% og til ríkisins rennur 33. Þegar við leggjum þessar tölur saman þá fer meir en helmingurinn af hagnaðinum til ríkisins. Og ég ætla svona í restina að taka hér leggjum við á veiðigjald á þessar sömu tölur. Og það sem við gerum, við reiknuðum út hækkun veiðigjaldana sem er ekki 100% heldur 110 meðal annars vegna makrillinn hækkar svo mikið, síldin og kolmunin og hefur þessi áhrif hjá okkur. Við reiknuðum áhrifin á skattana, þeir lækka vegna aukinnar skuldsetningar og hærri vaxta. Og hærri vextir, við þurfum að fjármagna þetta með að taka lán og það vefur upp á sig. Og niðurstaðan, og hvað gerist þá? Og niðurstaðan er þá að ef við horfum á þessar beinhörðu tölur aftur í tíman, reiknum veiðigjaldið tilbaka, þá þýðir þetta það að vinnslustöðin hefði tapað á útgerðarrekstri sínum 800 milljónum. Og það sér að hver maður, fólk læst á tölur, svoleiðis ekki hægt að reka fyrirtæki. Og ég ætla ekki að endurtaka þessi orð, en bara samantektin þessi. Við verðum að borga skuldir okkar og reka fyrirtæki til framtíðar. Það okkar samfélagslega ábyrgð og fólk alveg læst á tölur. Og við erum líka búin að reikna og við erum búin að átta okkur á því hver áhrifin eru, en það liggja engir útreikningar fyrir hjá stjórnvöldum. Engir. Og niðurstaðan, ef þetta verður niðurstaðan að frumvarpið verði að lögum, þá verðum við að draga úr fjárfestingum og við erum hætt við nýsmíðina. Við verðum að selja eignir og létta á skuldum, það blasir við. Og við verðum að fara í sársaukafullar hagræðingar aðgerðir sem að þýðir auðvitað það verður glíma hjá okkur að standa undir því að halda öllu því fólki sem við erum með í vinnu. Og ég kominn 3 mínútur fram yfir. Takk fyrir. Næstur tekur til máls Páll Magnússon, hann forseti bæjarstjórnar Vestmannaeyja. Gjörðu svo vel, Páll. Fundarstjóri, góðir fundamenn. Þetta voru náttúrulega agalausir menn, þessir forsvarsmenn stóru fyrirtækjana hér í bænum í tíma. Ég mun freista þess að halda mig innan tilskilinna marka. Ég ætla bara að taka hérna fyrir 2 umræðupunkta. Annars vegar beina hagsmuni Vestmannaeyjabæjar og þar með Eyjamanna sem hér í húfi og hins vegar að fara nokkrum orðum svona eins og ég sé pólitíska stöðu málsins núna. Það sem kannski sló mann mest og hérna byggi ég á annars vegar á umsögn Vestmannaeyjabæjar eða bæjarráðs Vestmannaeyja frumvarpið og hins vegar þeirrar vinnu sem samtök sjávarútvegsfyrirtækja, samtök sjávarútvegssveitarfélaga, vildi ég nú sagt hafa, létu gera í tengslum við þetta. Eins og við vitum bæjarstjórinn okkar formaður þar en gat ekki verið á þessu fundi í dag út af löngu ákveðnum mikilvægum fundi í Reykjavík. Þannig að ég hleyp hér inn eins og svona varamaður í þessu. Þessi mynd, ég tek aðeins forskot á sæluna, Róbert endurskoðandi hjá KPMG kemur inn á þetta á eftir, þetta partur af því sem þeir unnu. Og það sem ég vildi segja áður við kíkjum á þessa mynd það að það sem kannski fór mest fyrir brjóstið á manni þegar þetta frumvarp var kynnt voru staðhæfingar sem lutu að því að þetta hefði engin áhrif á sveitarfélögin. Og það var líka sérkennilegt í því ljósi að stjórnvöld litu svoleiðis á að það væri bara einn hagaðili í málinu sem var kallaður til ráðfærslu, að minnsta kosti eftir því sem stjórnvöld sögðu, sem var þá SFS, samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, en ekki sveitarfélögin sjálf, sem mér þótti einkennilegt. Ef við lítum á, hérna sjáum við hvernig þessi áætlaða hækkun veiðigjalda skiptist á sveitarfélög. Og ég ætla ekki að fara að stakla hér það einhver áhöld það hver að reikna rétt og þetta getur munað hérna pluss mínus 500 milljónum. Það að segja í veiðigjöldunum sjálfum. En þá sjáum við af þessu að
1.500 milljónir af þeim veiðigjalda hækkun sem er reiknuð hér upp á 7,9 milljarða fellur til í Vestmannaeyjum. Með öðrum orðum að það eru það bil 20% af hækkun veiðigjaldana í heild sinni sem fellur til í þessu 4.700 manna sveitarfélagi. Við getum líka horft á þá tölu að samkvæmt útreikningum að þá eru 19% af útsvars, og þá erum við að tala árið 24 sem var loðnuleysisár, en samt sem áður það ár þá voru 19% af útsvarsgrunninum hér í Vestmannaeyjum sem átti rót sína í fiskveiðum, því til viðbótar 12% í fiskvinnslu. Það er að segja 31% af útsvarsgrunni Vestmannaeyjabæjar féll til í fiskveiðum og fiskvinnslu. Og þá tel ég ekki með útsvarið sem Stebbi á Grund í skipalyftunni greiddi og allir hans kallar í skipalyftunni eða öðrum þeim þjónustugreinum sem þjóna sjávarútveginum í Vestmannaeyjum. Að halda því fram að breyting af þessu tagi hafi ekki áhrif á sveitarfélagið eða tekjur þess eða afkomu þess er auðvitað út í hött. Sannarlega mun þetta hafa áhrif og eins og í sveitarfélagi hér eins og í Vestmannaeyjum að allar breytingar í sjávarútvegi til góðs eða ills hafa áhrif á afkomu sveitarfélagsins og þeirra sem hér búa. Ég vildi aðeins víkja að þessari pólitísku stöðu málsins og þá held ég vil fyrst nefna það að forsvarsmenn í íslenskum sjávarútvegi því fyrr sem þeir gera sér grein fyrir því hvaða breytingar hafa orðið á þessu pólitíska umhverfi þeim mun betra. Ég held að ég megi fullyrða að allar götur frá því að kvótakerfi var tekið upp eða þetta fiskveiðistjórnarkerfi sem við búum við að þá hafi pólitíska landslagið verið þannig að þegar til kastana kom á endanum þá var hið pólitíska bakland, hinn pólitíski meirihluti þannig að sjávarútvegurinn sem grein gat gengið út frá því sem vísu að það yrði ekki gerðar neina stökkbreytingar, það yrði ekki ráðist með einhverjum offossi í einhverja breytingar og yfir höfuð var nú bara svona nokkuð þægileg samstæða megin atriðin í þessu, í pólitíkinni og í greininni sjálfri. Menn geta svo deilt það, var það til góðs eða ills. En þetta var landslagið, þetta landslag er núna breytt. Þetta pólitíska landslag, þetta pólitíska bakland er ekki lengur fyrir hendi. Og menn geta enn deilt það hvort að það sé gott eða vont. En það er þannig núna að þessi stuðningur er ekki vís lengur. Og það væri og eins og ég sagði nú við nýorðinn formann SFS að hann væri líklega hinn fyrsti, minnst okkur frá því að núverandi fiskveiðistjórnarkerfi tók við, sem býr við þetta landslag, að þetta bakland, eins og það hefur verið í áratugi, er farið. Pólitískur styrkur fyrir þessu sjónarmiði er útþynntur og þannig að þetta er allt önnur staða til að búa við. Við getum svo ef við veltum fyrir okkur pólitíkinni núna á bakvið þetta og fínt að hafa vinn minn Víði Reynisson hann kom hér og talaði þessi mál fyrir kosningar bæði hann sem var nú efstur á lista Samfylkingarinnar og formaður Samfylkingarinnar töluðu þannig fyrir kosningar jú, það á að hækka veiðigjöldin en það verður gert varlega og það verður gert í áföngum og það var talað tvöföldun á 10 árum. Breytingi núna felur í sér auðvitað það að það er hægt að hártoga þetta, er verið að tvöfalda þau eða ekki núna, en þetta fer að minnsta kosti langleiðina í að tvöfalda þau. Og það er gert í einni svipan. Gamla daga töluðu stjórnmálamenn gengið sig í einu stökki, eins og þetta er.
Eigum við þá að gera ráð fyrir því, ekki að það skiptir einu máli kannski í samhenginu, eigum við að gera ráð fyrir því þá að það hafi verið Viðreisn sem vildi ganga lengst í þessu máli og ganga öðruvísi að þessu verki heldur en, hvað á ég eftir? Er ég búinn? Heyrðu, þá ætla ég að venda mig beint í lokaorðin. Ég var algjörlega sannfærður að ég er hérna innan við 5 mínútur, sko. En það sem ég ætla að segja að lokum, hver er þá möguleikinn í stöðunni? Möguleikinn í stöðunni, það liggur fyrir að það samtök sveitarfélag í sjávarútvegs sveitarfélagana og reyndar greinin sjálf að leggja það til eða eru sammála það að það myndi strax vera til bóta að áfangaskipta þessu og það kannski ekki til of mikils mælst að gera það þó ekki væri nema í tvennulagi að gera þetta þannig að helmingurinn komi til framkvæmda á ári 1 af þessari hækkun og hinn helmingurinn á ári 2. Formaður SFS sagði að þetta myndi strax bæta málið og ég vildi segja fyrir sveitarfélögin sem ekki geta algjörlega átta sig á því hvað þetta raunverulega þýðir að þá myndi það gera málið strax miklu betra að hafa þó þann umþóttunartíma sem felst í því að þetta er gert í tvennu lagi. Víðir, það er ekki til ómikils mælst, held ég. Takk fyrir mig. Eyjafréttir, þeir buðu hérna eins og Ómar kom inn á 2 ráðherrum að vera með okkur í dag, annars vegar atvinnuvegaráðherra og hins vegar forsætisráðherra og þær höfðu hvorugar tök á því að koma. En einnig buðu við öllum þingmönnum kjördæmisins að vera hér með okkur í dag og það eru 3 af þeim 10 þingmönnum sem að komu og við kunnum þeim bestu þakki fyrir. Það eru Vilhjálmur Árnason og Guðrún Hafsteinsdóttir frá Sjálfstæðisflokki og Víðir Einarsson frá Samfylkingu. Nú áfram með dagskrána. Stjórn Samtaka sjávarútvegs sveitarfélaga skilaði inn til atvinnuvegar Alþingis umsögn veiðigjaldafrumvarpið. Og stjórn samtakanna lagði til að farið verði í vandaða greiningu á áhrifum hækkunar veiðigjalda á byggðarlög og minni skref verði stigin í innleiðingu hækkunar veiðigjalda. Með umsögn samtakanna fylgdi greining KPMG ásamt kynningu á umsögn samtakanna. Hingað komið Róbert Ragnarsson, sérfræðingur frá KPMG, til að veita okkur innsýn í umrædda greiningu. Gjörðu svo vel, Róbert. Fundarstjóri og góða gestir, takk fyrir að bjóða mér að fá að vera hérna með ykkur í kvöld. Ég heiti Róbert og kem frá KPMG eins og hér hefur komið fram. Og þá til að fjalla aðeins þau gögn sem liggja að baki umsögn Samtaka sjávarútvegs sveitarfélaga sem að við unnum fyrir samtökin. Og hérna verður fókusinn sérstaklega á Vestmannaeyjabæ og ég sé að myndirnar hafa verið klipptar inn en svona grafíkin aðeins er runnið til en þegar Guðmundur sagði mér ég hefði 7 mínútur og ég segi ok, ég verð 5 mínútur að fara yfir fyrirvarann og svo verð ég 2 mínútur að leiðrétta það sem Páll sagði, hann sakaði mig um að vera endurskoðandi sem var alltaf hræðilega sko að við einar erum svona stjórnmálafræðingar eins og flest gott fólk sko þannig að við vorum saman í stjórnmálafræðin ekkert hérna síðustu öld en komandi endurskoðunar fyrirtæki þá náttúrulega höfum við fyrirvara því hvaðan við fáum gögnin en við rúlum bara hrætt við það og förum beint í efnið. Þegar ég segist að minn bakgrunnur sá að ég var bæjarstjóri í Grindavík og reyndar í Vogum líka og hef þá innsýn inn í sjávarútveg en fyrst og fremst að sinna ráðgjöf við sveitarfélög og vinna fyrir sveitarfélög og hugsa þá þeirra aðkomu í þessu. Nú Páll er búinn að sýna ykkur þessa mynd þar sem við vorum að draga fram að þyngdin í væntri hækkun lendi þá fyrst og fremst í 8 sveitarfélögum en áhrifana gætir víða. Það eru félög í Reykjavík sem eru með mjög litla eða jafnvel enga starfsemi sem skráð í Reykjavík og Gjögur eru augljóslega ekki með mikla útgerð í kringlunni en áhrifin koma fram annars staðar. Þannig við reiknuðum og reyndum að nálgast hvernig hækkunin myndi lenda eftir kjördæmum og þá sáum við að suður kjördæmi er sem sagt það kjördæmi þar sem að hækkunin vegur hvað þyngst og þá ekki síst vegna þessa 1,5 milljarðs hækkunar sem er þá vænt að komið fram hér í Vestmannaeyjum og síðan í öðrum sjávarútvegsbyggðum í suður kjördæmi í Grindavík, í Garðinum og Hornafirði svo dæmis í tekinn, Þorlákshöfn. En þegar við vorum að reyna að nálgast þetta fyrir samtök sjávarútvegs sveitarfélaga þá reyndum við að flytja áhrifin úr Reykjavík sem er hérna 1300 milljónir
yfir á það stað þar sem eru líklega að koma fram. Þannig að starfsemi Brim, uppsjávarstarfsemi Brim er á Vopnafirði, Gjögur er fyrst og fremst á Grenivík og svo eru þá þau áhrif sem eru hérna úr Vestmannaeyjum yfir í Norðausturkjördæmið. Þannig að með því að flytja þau áhrif sem á milli kjördæmi þá verður Norðausturkjördæmið stærst en Suðurkjördæmið engu að síður stór hluti af þessari væntri hækkun og ákvarðanir sem verða teknar hér í Vestmannaeyjum gætu mögulega haft áhrif á annars staðar. Og það er alltaf þau sem við erum að reyna að draga fram að við vitum ekki hver áhrifin verða. Þau verða líklega einhver, þau við eyðum alveg örugglega ekki sömu krónunni tvisvar. Þannig að forsvarsmenn fyrirtækjanna eins og hefur komið fram hér í dag, þau hljóta að bregðast við með einhverjum hætti og gera einhverja breytingar á sínu rekstri og okkar hlutverk svo er að draga fram hvar gæti það komið fram, hvar gætu þessi áhrif komið fram. Koma þau fram hér í Vestmannaeyjum, koma þau fram á Þórshöfn eða koma áhrifin fram á Vopnafirði vegna Brim eða hvernig kemur þetta allt heim og saman. Nú fyrir þennan fund hér þá ákváðum við að draga svolítið fram hérna áhrifin í Vestmannaeyjum og eins og kom fram hérna í upphafi þá er hækkunin mest hér áætluð 1500 milljónir með tölur sem við erum að byggja á sem eru tölurnar í frumvarpinu og Einar kom inn á í sínu erindi að gætu mögulega verið vanmetinn. En það sem við reyndum síðan að átta okkur á hvaða fyrirtæki eru líkleg til þess að lenda jafnvel bara í einhverjum vandræðum, sko. Hvar verða áhrifin þar sem við erum að reyna átta okkur á þessu getur verið veruleg. Þannig að við skilgreinum veruleg áhrif þannig að ef að veiðigjöldin vega 80% eða meira meðalhagnaði þessara fyrirtækja á 3 ára tímabili 2020-2023. Og það er þá 141 félag sem að lenda þar undir og þau bera 12% af boðaðri hækkun veiðigjalda. Og þið sjáðu hérna á myndinni að þá eru síðan 117 af þau fyrirtækjum þar sem að hækkunin nemur 100% með meira meðalhagnaðinum. Þannig að það sem við erum að reyna að draga fram hérna, fjármálaráðuneytið gagnrýndi og sagði þetta er kannski ekki nægilega góð nálgun af því að það er búið að greiða veiðigjöldin áður en til hagnaðarins kemur en við erum alveg meðvituð það en við erum að draga fram að hækkunin eða veiðigjöldin verður farin að vega það þungt að við erum að reyna að draga fram hvar gætu þau komið fram og haft veruleg áhrif sem gæti þá leitt til þess að einhverjir selja og verið meiri samþjöppun eða menn fyrir að taka einhverja stórar ákvarðanir breytingar í rekstrinum með því að draga verulegum fjárfestingum með því að segja upp fólki eða gera einhverja slíka breytingar. Þannig að það er líklegt að í það minnsta í þeim félögum verði áhrifi mikil en alveg örugglega líka í stærri félögunum þess að þau vega hlutfallslega kannski minna. Og í Vestmannaeyjum er þetta 5 félög sem að falla undir þessa skilgreiningu og verða fyrir verulegum áhrifum en það eru minni félögin hérna. Og sem eru sem sagt þá 20% af fyrirtækjunum sem eru í sjávarútvegi í Vestmannaeyjum, sem sagt 5 af minnum við 19 og þau bera sem sagt mjög litla hlutdeild í þessari hækkun. En það er þá, má vænta þess, og við erum alltaf einhvern veginn að því við höfum ekki matið, við höfum ekki upplýsingar hvert matið er á sveitarfélög eða byggðarlög, að þá erum við svona einhvern veginn að leiða líkum að, hvað er líklegt að gerist þar? Og fyrir þessi félög sem eru kannski smærri félög, veiðigjöldin eru farin að vigta mjög mikið og eins og kom fram hérna í erindinu hérna áðan hjá Binna að þá er mjög líklegt að menn fara það bara að hugsa sér til hreyfings og samþjöppun verði meiri. Hvort að þær aflaheimildir haldist í Vestmannaeyjum getur við ekkert sagt til því einhverju boðið gæfa til þess hinga til og við lögðum mikla áherslu á það þegar ég var bæjarstjóri í Grindavík að reyna að halda alltaf heimildunum heima, en það tekst ekkert alltaf. Þannig að áhrifin hérna eru gríðarlega mikil í krónum talið, þetta eru 1500 milljónir, þeim verður líklega ekki eitt aftur til hljóta að hafa einhver áhrifin, hver áhrifin er svolítið erfitt að leggja mat á og sveitarfélögin eins og kom hérna fram í fundarstjóra hafa svolítið lagt þetta upp þannig að það vantar matið áhrifin á byggðarlög og sveitarfélög. Þau hafa farið fram á það að farið þá hægar í þessar breytingar og metið betur og innleitt í skrefum og þannig að það hefur verið afstaða sveitarfélagina í þessu máli. En ég held ég hafi náð að vinna upp tímann og það er svolítið hlutverk okkar að það er að bjarga viðskiptavinunum og við gerðum það með tímastjórnum í þessu tilvikinu. Takk fyrir.
Takk hérlega fyrir þetta, Róbert, og takk fyrir að halda þennan tímamarka. En næstur á mælendaskrá og síðastur hér áður en við komum og hleypum einhver út í sal að með spurningar. Það er Guðmundur Fertram Sigur Jónsson sem er stofnandi og forstjóri líftæknifyrirtækisins Keresit á Ísafirði. Keresit byggði Guðmundur upp ásamt góðu fólki og var Keresit selt til danska stórfyrirtækisins Coloplast nýverið. Keresit framleiðir lækningavörur úr þorskroði sem notaðar eru við meðhöndlun þrálátra sára til að mynda vegna sykursýki, skurðaðgerða og alvarlegra bruna. Rúmlega 500 manns vinna á fyrirtækinu víða heim, þar af 70 á Ísafirði. Guðmundur hefur látið til sín taka í umræðu stöðu Vestfjarða og landsbyggðarinnar í heild. Hann er einn af þeim fjölmörgu sem sendu athugunarnefnd Alþingis umsögn vegna veiðigjaldafrumvarpsins. Guðmundur, hann er komið það langt að ég ætla nú að veita honum bara meiri tímamörk, hann er komin náttúrulega frá Ísafirði, þannig að ég ætla ekki að tímamæla hann, en ég ætla að bjóða velkominn hérna í pontu og biðja ykkur að taka vel á móti honum. Já, takk fyrir að fá að koma hérna til ykkar og gaman að vera hérna og eiga þetta samtal við ykkur og gaman að sitja hérna með þessum 3 þingmönnum, ábyrgð þeirra er mikil. En mína fyrstu minningar, þær eru svona upp 1980 þegar ég var á Ísafirði og þá var ekki gott ástand á Ísafirði. Þá var svartnætti þar í atvinnumálum, við höfum verið að veiða of mikið, það kom kvótakerfi, fyrirtækin gengu illa, við vorum að missa skip, fyrirtæki voru að fara á hausinn og fólk var að flytja í burtu. Skipin voru að sigla í burtu. Það var fólksfækkun og svona ákveðið niðurlæginga skeið sem hófst á Vestfjörðum. Það er búið að standa núna í áratugi, en nú erum við búin að snúa við myndinni og það er ansi gott ástand núna á Vestfjörðum sem við tala efnahagslegt ævintýri. Fótsporið okkar fyrir vestan fyrir síðustu 5 ár voru 30 milljarðar. Ef við horfum áfram næstu 5 ár þá verða það 60 milljarðar og ofan á það bætist svo 40 milljarðar skattgreiðsla frá Keresis vegna sölu og einkaleyfunum okkar til móðurfélagsins. Þannig að ef við lítum 5 ár aftur á bak, fór það 30 milljarðar sem við erum að skila í ríkiskassan. Ef við lítum 5 ár fram í tíman, það 100 milljarðar. Og þetta eru miklu peningar. 100 milljarðar, það er svona til samanburð, það er meira en það kostar að reka Landspítalann á ári. En núna er svolítið svartnætti og það er farið að skafa og hríðin er farin að koma og við erum farin að vera hrædd að ástandið fara að versna aftur í atvinnumálum. Þetta skeið núna þar sem eru fleira fólk sem að flytjast til bæjarins, það eru fleiri krakkar í skólunum, það hafa aldrei verið jafn margir í menntaskólunum, það hafa aldrei verið jafn margir í tónlistarskólunum, fasteignaverðið verið hækkað, það eru kafarar að vinna, tölvunarfræðingar að sinna róbótunum í skömmtunarkerfunum í laxeldiskíunum. Við erum hrædd að þessi uppsveifla, að það sé komið á lokum hennar. Uppsveiflan sem er tilkomin vegna Keresis, vegna fiskeldisins og vegna þess að gengur vel í sjávarútvegum. Og það sem er að gerast núna á skömmum tíma, að þá hefur verið lagður sérstakur skattur á skemmtiferðaskip sem kemur sérstaklega illa við Ísafjörð. Núna þessi ofurskattur, veiðigjöldin. Ríkisstjórnin talar hækkanir á fiskeldisgjöldum núna í haust. Vetrarþjónusta, hún var verri í síðasta veturinn hefur undanfarin ár og það eru sífelldar seinkanir á vegbótum. Þessar hækkanir í veiðigjöldunum, þær koma verulega við Vestfirðinga. Við sáum hérna áðan í greiningunum frá samtökum sjávarútvegssveitarfélaga og það er 141 fyrirtæki sem hagnaður mun minnka 80% eða meira. 80% meira. Það þýðir að ef fyrirtæki hagnast 100 milljónir og þá kemur til að hagnast 20 milljónir eftir þessar breytingar. Það segir sig sjálft að fyrirtæki sem verður 100 milljón króna hagnaði í 20 milljón króna hagnað hugsar allt öðruvísi. Það sem kom til að sjá á næstu árum á Ísafirði hérna að viðhaldið á frystihúsunum mun fara versnandi. Menn mun ekki mála húsin að utan. Menn fara ekki að kaupa nýjan búnað, ný færibönd, menn kaupa ekki tækni, menn fjárfesta ekki í tækni, röntgen, myndavélum fyrir beinarhreinsun, róbótum, færiböndum frá Ístækni og öðrum fyrirtækjum, menn fjárfesta ekki í nýjum skipum, menn fjárfesta ekki í nýjum atvinnugreinum, laxeldi, kaupa ekki nýja brunnbáta og náttúrulega
ef ástandið breytist svona mikið, þá fær menn ekki að setja pening í nýsköpun. Menn fær ekki að fjárfesta í einhverjum hugmyndum, PowerPoint, fyrirtæki eins og Kerecis. Þegar ég kom að talaði við Hraðstofns- Gunnvöru og Klofning fyrir einhverjum 10-12 árum og var með hugmyndina mínum að nota roðið í sárameðhöndlun í staðinn fyrir að kasta roðinu. Þeir náttúrulega forsvarsmennirnir í HG og Klofningi, þeir höfðu enga þekkingu þessum gera, höfðu engan bakgrunn í líftækni eða lækningatækni, en þeir vissu að þeir áttu mikið á roði og ég lagði þetta upp fyrir þeim ábyrgan máta. Ég skildi hvert vandamálið var. Ég hafði reynslu úr öðrum fyrirtækjum í lækningatækjageiranum og ég bjó til teymi sem þeir voru til í að bakka upp. Og þeir fjárfestu í Kerecis, í PowerPoint kynningunni. Það voru engar protótýpur, engar læknisfræðilegar niðurstöður. Það var bara ég og PowerPoint kynningin og hugmyndina mér. Og núna stöndum við hér, fyrirtæki með 500 starfsmenn. Við erum með hátt skattfótspor, við erum að borga núna 40 milljarða í þessa einkalega skattgreiðslum til að nefna eitthvað. En þessu 141 fyrirtæki sem munu missa 80% hagnaðinum sínum, að 11 þessara fyrirtæki eru á Ísafirði. 11 fyrirtæki. Og það er bara stór hluti, ég sá að Ísafirði var næst tæst á grafinu. Það eru 11 fyrirtæki sem hagnaður með minnkum 80%. Og þetta kemur náttúrulega að hafa gríðarlega áhrif á Ísafirði. Bara í viðhaldi, vélsmiðjurnar, innkaup, þjónusta. Þetta er bara alls ekki gott. Ég sá að það voru 5 fyrirtækin í Vestmannum sem verða fyrir 80% skerðingu eða meira. Með einu pennastriki á að taka rúman halvan milljarð frá Vestfjörðum í hítinu ríkiskassanum. Bara burtu og vasoka Vestfjörðinga. Fyrir ekki neitt. Versnandi atvinnuástand, minni fjárfestingar og samdráttarskeið hefst aftur. Og hérna í Vestmannum þetta ennþá hærri uppað, 1,5 milljarður. Líklega vegna þess að hérna meiri uppsjávar útgerð en fyrir vestan. Útgerð almennt í heiminum gengur ekki vel. Í öllum OECD-löndunum, það eru allar þessar vestrænu þjóðir sem við þekkjum, Bandaríkin, Þýskaland, allar þessar Evrópuríkin, Suður-Kórea, Singapúr og fleiri lönd. Í öllum OECD-löndunum ganga fiskveiðar og fiskvinnsla ekki vel. Það eru reiknar við tapi. Það er bara eitt land í OECD-löndunum þar sem að fiskvinnsla er rekin með hagnaði og það er hér á Íslandi. Við erum eina landið á öllum OECD-löndunum þar sem er bærilegur rekstur í fiskvinnslu. Og reksturinn hér og afkoman hér í fiskvinnslu, hún er ekkert meiri en í öðrum geirum. Alls ekki. Hún er bara svo sama og ef ekki verri. Skattafótsporið í fiskvinnslu í Íslandi eru 90 milljarðar á ári. Ég minnir það sé 18% af öllum skatttekjum Íslenska ríkisins. Það er bara stór lurkur. Og núna á að stefna þessum skattalega fótspori, þessum efnahagslega fótspori, bara í uppnám með einhverju einu pennastriki, án þess að skoða betur hverja afleiðingarnar eru, án þess að afhenda útreikninga, án þess að taka nokkuð tillit til þess samtal sem að hagaðilar hafa búið upp á. Það var að leggja ofurskatt á landsbyggðina og það var að búa til gjá milli landsbyggðar og Reykjavíkur. Við sáum í útreikningunum hérna áðan að stærstur hluti þessar ofurskatts kemur til að leggjast á landsbyggðina, ekki Reykjavík. Það var með einu pennastriki verið að taka gríðarleg verðmæti og taka allan vaxtarbrot frá landsbyggðinni og setja í ríkiskassahítina í Reykjavík. Og það er enginn að tala ríkiskassan eða reksturinn og honum. Mér er ekki kunnugt nein frumvörp eða neina umræðu á Alþingi í dag sem snýr að því að bæta rekstur ríkisins. Það hafa verið gríðarlega aukning í starfsmönnum og starfsmannahaldi í ríkinu. Það eru 12.000 manns síðastliðnum 8 árum, 12.000 manns fleiri í starfi hjá ríkinu en fyrir 8 árum. Og það er engin umræða að bæta rekstur ríkisstofnana, allavega ekki komin fram á þinginu í dag. En hvað snýst deilan um? Af hverju er verið að leggja þennan ofurskatt á landsbyggðina? Af hverju er ríkisstjórnin að búa til þess að gjá milli höfuðborgarsvæðisins og okkar á landsbyggðinni? Maður tala hvað málið snýst um. Það snýst svokallaða auðlindarentu. Auðlindarenta, það er skilgreint sem tekjurnar af fiskveiðum, ekki vinnslunni, fiskveiðum sem sjálfur útgerðinni.
og hún reiknuð þannig að mann tekur allt verðmæti aflans og svo dregur maður kostnaðinn frá verðmæti aflans. Og kostnaðurinn, það olían og skipin, það launin hjá sjómönnunum og svo afskriftirnar við að kaupa skipin. Svo þá tekur maður hvað skipið kostaði og deilir nokkur ár. Þannig að auðlindarentan, hún aflaverðmætið mínus þessi kostnaðar. Og svo skiptist þessi auðlindarenta samkvæmt lögunum, þannig að það 1/3 sem fer í ríkiskassan til okkar allra og 2/3 haldast áfram í útgerðinni. Og það sem við erum að tala í þessum reglum er ekki að breyta þessu 1/3, 2/3. Það ennþá þannig að 33% fara í ríkiskassan og 66% fara til útgerðinnar. En það verður að breyta hvernig verðmæti aflans reiknuð. Núna verðmæti aflans reiknuð þannig að til dæmis ef maður selur á fiskmarkaði, þá það bara fyrst markaðsverðið. Ef það fyrirtæki sem selur til dótturfyrirtækis, þá svokallaðar milliverðlagsreglur. Það OECD-reglur sem fjallum hvernig vörur seldar frá móðurfyrirtæki til dótturfyrirtækis. Svo Kerecis selur í ár fyrir 200 milljarða róð til dótturfyrirtækisins í Bandaríkjunum og við getum náttúrulega ekki selt það dýrt eða ódýrt. Það ákveðnar reglur sem gildum hvaða reikninga við gefum út til dótturfyrirtækisins. Ríkiskastur í Íslandi vill að þetta sé sem hæst verð og til að þeir fá sem lægst verð svo það myndist sem mestur hagnaður á Íslandi. Skattyfirvöldin í Bandaríkjunum vilja þessi hinsegin, en þau vilja að mesta hagnaðan verði til í Bandaríkjunum og þetta gilda ákveðnar reglur hvernig svona milliverðlag verður til. Þetta líka saman við öll álverin. Öll álverin þau selja vörur frá Íslandi til dótturfyrirtækja, eða systurfyrirtækja erlendis og það gilda þessar milliverðlagsreglur. Ríkisstjórnin heldur í fram að það sé verið að svindla á þessum reglum, að það sé einhvern veginn verið að svindla þegar útgerðin eða útgerðarfyrirtæki að selja til dótturfyrirtæki sinni eigin. En það bara getur ekki verið, vegna þess að, og ef það verið, ef það rétt, þá það bara lögbrot, vegna þess að það lög í landinu sem gilda svona milliverðlagsreglur. Og ég veit líka að sjómenn koma að þessu máli, að þeir sitja líka við borðið þegar verið að verðleggja aflann. Og núna mekanisminn þar í gangi sem allir sáttir með. En þetta hljómar kannski svolítið fyndið, en þá að breyta þessum verðlagningsreglum með að horfa til þess með uppsjávarfisk hvernig hann verðlagður í Noregi. Við vitum náttúrulega öll að afla sem landað í Noregi, sem búið að sigla hérna frá Íslandi, fullur á átu í nokkra daga til Noregs, allt annað hráefni en kemur í land kannski eftir 6 daga af norskum miðum og norskum skipum og selt í manneldi. Okkar afli er seldur í dýrafóður, en norskur afli seldur í manneldi til Asíu. Þannig að þetta alveg galin hugmynd að ætla að fara að miða aflaverðmæti við markaðsverðmæti í Noregi og líklega ólöglegt vegna þess að svona íslenskum skattalögum þá verður að skattleggja meðan við raunverðmæti. Og Íslandi þá að miða við fiskverð á fiskmarkuðum og við vitum vel náttúrulega sem hafa komið að fiskvinnslu að fiskvinnslu þarf að sérhæfa sig. Sum fyrirtæki sérhæfa sig í ákveðnum stærðarfisk eða ákveðnum tegund, ýsu og þorski. Það til dæmis vinnslu fyrir vestan sem ekki með neina handflakara. Að þeir taka bara þann þorsk sem passar í flökunarvélarnar og stóri þorskurinn settur á markað og þá eru fyrirtæki sem með handflakara sem kaupa þann fisk. Það er cirka 10–15% af þorskinum sem fer á fiskmarkaði og það er alltaf einhver svona jaðar tilfelli. Þannig að fara að miða aflaverðmætið við fiskmarkaðsverð þar sem bara hluta aflans fyrir markaði bara ekkert rétt. Það bara ekki lógisk aðferð. En það erum við með aðferð núna sem bara virkar mjög vel, allir eru sáttir við nema ríkisstjórnin. Og ef að ríkisstjórnin vill fá meiri pening, þá hefðum bara átt að tala hlutina eins og þeir eru og segja að við viljum fá 40% í staðan fyrir 33% eins og það er núna, aflaverðmætunum, eða horfa til einhverja annarra leiða. En staðan svo að það er 90% af öllum Íslendingum sem vilja hafa fiskvinnslu á Íslandi, sem ansi gott fyrir okkur. Og ég vona að okkur beri gæfa til þess að ræða þessi mál af einhverju alvöru við ríkisstjórnina. Vegna þess að ef að það samtals tekst ekki, þá er niðurstaðan bara mjög slæm. Hún þýðir ofurskatt á landsbyggðina, þýðir minni fjárfestingar, hún þýðir málning á flagnarfrystihúsunum, engin ný skip, engin ný innkaup frá vélsmiðum, engin nýsköpun, ekkert nýtt Kerecis.
og að peningarnir þeir eiga bara að vera til hjá ríkisstarfsmönnum í Reykjavík. Þannig bara virkar heimurinn ekki. En það komið fram heilmikið á gögnum og hagaðilarnir vilja setjast niður með ríkisstjórninni og finna lausn og við erum svo þeirra gæfu aðnefndandi hérna, við erum með einn stjórnarþingmann hérna Víðir og Víðir, hann alinn upp hérna í Vestmannaeyjum, gekk hér í skóla og hann þekkir hvernig raunhagkerfið virkar, hvar peningarnir verða til, hvar verðmæti verða til í heiminum, hvar þau verða til í Reykjavík. Þau verða ekki til í skrifstofu Reykjavík hjá embættismönnum. Þau verða til hérna hjá fólki sem vinnur, leggur mikið á sig, hjá útgerðarmönnum sem tefla peningunum sínum í hættu, í staðan fyrir að hafa það líkjandinn í bankabók í Reykjavík. Þá fjárfesta í nýjum skipum, byggja ný hús, fjárfesta í dótturfyrirtækjum í laxeldi og öðrum nýjum greinum. Og þetta skilur Víðir. Ég veit hann skilur það. Ég veit það. Og nú það þín ábyrgð, þegar þú kemur hérðan, að útskýra hvernig raunhagkerfið virkar með þeim sem sitja í ríkisstjórninni með þér. Þannig að það mikið sem undir. Það framtíðin okkar, framtíð barnanna okkar. Viljum við hafa góð störf hérna, lifa góðu lífi? Eða viljum við að hlutinni breytist og við verðum einhvers konar jaðarsettur hópur þar sem efnahagslegur vöxtur ekki til staðar og við færumst á nokkrum árum einhvers konar framfærslu höfuðborgarinnar eins og stóran hluti í Noregi í dag þar sem að fiskvinnslan er ekki með tapi. Allavega, þetta var sem ég ætla að segja. Takk fyrir. Takk hérlega fyrir þetta, Guðmundur. Áður en að við gefum boltann út í sal, þá hafa 2 þingmenn beðið að koma hérna í pontu og segja nokkur orð. Og Guðrún Hafsteinsdóttir, ég ætla að biðja þig bara að ríða á aðið og bjóða þig velkomna hérna upp. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins Kjörsvæði. Já, komið sæl, fundarstjóri og góði gestir og mér langar að þakka Eyjafréttum fyrir þetta framtak og fyrir að hafa boðið okkur hingað og það er nú nokkuð langt síðan ég hef verið í Vestmannaeyjum og mér þykir gott að þetta fundarboð hafi dregið mig hingað í dag. En ég hefði viljað koma af öðru tilefni, svo því sé haldið til haga. Nú, hér er búið að segja margt og búið að draga fram nokkuð vel hvaða áhrif þessi breyting á veiðigjöldum ekki kann að hafa, heldur mun hafa. Og það velkist enginn vafa það að þingflokkur Sjálfstæðisflokksins hefur staðið vaktina á Alþingi Íslendinga núna síðustu vikur til þess að reyna að koma í veg fyrir það slys sem hér er að eiga sér stað. Og þegar ég segi slys, að þá þykir mér þá afskaplega miður að ríkisstjórn Íslands skuli koma fram með jafn illa unnið frumvarp með enga útreikninga, með engar sviðsmyndir og slengja því hér framan í þjóðina, ætla síðan að gefa hér hagsmunaaðilum viku til þess að skila inn umsögn þessi mál þegar að venjulegu tími, umsagnatími á Alþingi á að vera 2 vikur að lágmarki. Og síðan á að keyra þetta mál að fullum þunga í gegnum atvinnuveganefnd og við þingmenn stjórnarandstöðunnar að það er núna hver stjórnar þingmaðurinn á fætur öðrum og ráðherra ríkisstjórnarinnar sem væna okkur hér að standa í málþófi á Alþingi þegar eingöngu fyrsta umræði málinu búið. Og það vita það allir að það er ekki hægt að vera í málþófi í fyrstu umræðu. Það er ekki hægt. Vegna þess að hverjum einasta þingmanni er skammtaður ákveðin tími, 15 mínútur og svo aftur 5 mínútur. Þannig að við getum ekki verið í málþófi í fyrstu umræðu, en þau kjósa að kalla svo til þess að gera lítið úr þeim málflutningi okkar þegar við erum að reyna að draga fram hér í umræðinu hvaða áhrif þetta kann að hafa. Nú, Páll Magnússon talar hér skort á samráði. Nú er mér heitt í hamsi og þá kjóma svo mikið læti í mikrofóninn og hann segir að það hafi aðeins verið talað við samtök fyrirtæki í sjávarútvegi. Ekki talað við sveitarfélögin. Mér finnst það alvarlegt
og mér finnst það fúsk að tala ekki við þau sveitarfélög sem að þetta snertir með beinum hætti. En þá ætla ég líka að fá að minna ykkur á að það samráð sem haft var við samtök fyrirtækja í sjávarútvegi voru 2 fundir. 2 fundir við hagsmunaaðila í greininni. Þetta kalla ég ekki samráð, þetta sýndarmennska. Nú, það var farið nokkuð vel yfir það að forsætisráðherra, hún reið hér héruð fyrir kosningar í nóvember og tilkynntum það að það ætti, að hún vildi og hennar flokkur hækka veiðigjöldin, en þau ætluðu að gera það í skrefum á 10 árum. Og eins og ég sagði, hún reið hér héruð, hefur reyndar ekki komið ríðandi hingað, hún hefur líklega siglt hingað. En þegar að stjórnmálamenn fara í kosningabaráttu og lofa hinn á þessu og tala framtíðarsýnina til þess að við getum móta okkur skoðun og því hverja við teljum hæfa til að stýra þessu landi fyrir okkur næstu 4 árin, þá verður fólk að vera trúr sínum orðum. Þess vegna kom það svo blaut tuska í andlitið á íslensku sjávarútvegi að leið og þessi ríkisstjórn tók til starfa, tilkynnti hún þjóðinni það að hún ætlaði að hækka veiðigjöldin, ekki að fara úr 33 í 35% eitthvað slíkt, hún ætlaði að tvöfalda þau. Ekki á 10 árum, með 1 pennastriki. Mér finnst þetta óvirðing við íslenska sjávarútveg, mér finnst þetta óvirðing við landsbyggðina. Mér langar að fá að draga það fram, eins og hér hefur komið fram, að það hvergi meiri áhrif af veiðigjöldum heldur en einmitt hér í okkar kjördæmi. Ég segi nú svo ofta, mér finnst ég vera mest í lukkuna pannfíll í heimi að fá að vera þingmaður í þessu kjördæmi, því að við eigum allt í þessu kjördæmi, hér eigum við meðal annars stærstu verstöðvar Íslands sem hafa dregið vagninn í því að skapa hér og halda upp í því velferðarkerfi sem við Íslendingar eigum. Skattspor sjávarútvegs tæpir 90 milljarðar og ég tel að það sem ríkisstjórnin að gera núna, hún að slá ryki í augu almennings, hún bara að færa þetta tilfærsla á fé til þess að geta sagt við þjóðina við hækkuðum veiðigjöldin á þetta hræðilegu útvegsbændur Íslands en skattsporið mun minnka. Vegna þess, réttilega eins og Guðmundur sagði hér áðan, þetta mun þýða minni fjárfestingu, minni nýsköpun, það verða færri marel, það verða færri völkur eða skæin eða kapp eða bara það verður minna að gera líka að kalla kresko. Þetta hefur áhrif. Það hefur áhrif á okkur persónlega ef að okkar skattar eru allt í einu tvöfaldaðir. Þá ríki ég nú ekki til og skiptum eldhúsinnréttingu kannski á þessu eða næsta ári. Ég ákveð ekki að fara og skiptum þak heima hjá mér eða byggja sólstofu eða kaupa mig hjólhýsi ef ég veit ekki hvað framundan, ef það ekki fyrirsjáanleiki. Og það það sem atvinnulífið alltaf að kalla eftir, það fyrirsjáanleiki. Og við sjálfstæðismenn munum hér eftir sem hingað til standa með atvinnuuppbyggingu og verðmætasköpun á Íslandi. Takk fyrir mig. Takk fyrir og rétt að geta þess að pólitíkur sem eru farnar að koma inn í pontu að við setjum bara eitthvað aftur upp tímamörkin. Þetta rétt slapp hjá Guðrúnu. Bæði Vilhjálmur Árnason og Víðir Reynisson hafa óskað eftir að taka til máls og næstur Vilhjálmur Árnason, gjörðu svo vel. Fundarstjóri og kæru eigamenn og aðrir gestir, framsögumenn. Ég vil ekki einu sinni þakka kærlega fyrir þetta góða fund og ég kom einmitt hingað aðallega til þess að hlusta og ég skal alveg viðurkenna það þegar ég kom hér fyrst og fór að taka þátt í pólitík í Suðurkjördæmi 2009 að vissi ég nákvæmlega ekki neitt sjávarútvegskerfi. En hér fékk ég eldskírnina, kaffistofunum hér á höfninni
og ennþá að koma hér og læra og hefur gagnast mér vel. Og ég hef sagt það í þessari umræðu sem við erum og eins og þið sjáið, 90% þjóðinni eða hvað það eða 80 sem að veifa í skoðanakönnunum sem að segja svöruðu já, ég vil að skatturinn þess að hækka okkur annan en mig, að þetta sýnir okkur kannski hvað eru allt og margir sem vanir að búa á suðvesturhorninu, sjá aldrei þegar að fiskinum landað og álinu skipað út, að þegar þau tala við mig þá segja ég, jú það getur vel verið og ég held bara að útgerðin getur borgað miklu meira. Og það er örugglega bara ekkert mál að gera það. En hver verða áhrifin? Erum við tilbúin að taka á móti áhrifin? Og það er það sem við erum búin að ræða hér í dag. Að það er örugglega ekkert mál að hafa bara 2-3 útgerðir á Íslandi og nokkuð skip og örfá vinnslu sem er bara keyrt allan sólarhringinn og góð hagkvæmni og fá miklu meira beinari peningum en þá fáum við kannski ekki öll þau dreifðu áhrif í dreifðu byggðum okkar og fjölbreytileikann og allt það sem við þekkjum og viljum og ég held að það sé svolítið það sem við þurfum að hafa og því hef ég fagnað því að hvað sveitarfélögin hafa sameinast mikið sjávarútvegssveitarfélögin í þessu og ég hef þá sagt það líka að það er ekkert að ástæðulausu að bæjarstjórnin hjá Guðmundi og Ísafirði sem er samsett af meirihluta, var allan meirihluta, ég veit ekki hvernig staðan í dag, að þar voru Samfylkingin og Viðreisn og fólk sem er beintengd stjórnflokkunum núna, að það er ekki út af útgerðarfélögunum eða þessum vondu útgerðarmönnum, Kristrúnar sem að þau er að berjast gegn þessu og fara gegn sínum félögum í sínum flokkum. Það er út við þau vita áhrifin sem þetta hefur það samfélag sem þau eru kjörin til að vinna fyrir og þau vita hvað þetta áhrif þetta hefur þegar ef þau standi ekki í fætinu núna og það eru sveitarstjórnarkosningar framundan. Samfélögin skilja þetta og það er nú bara svo skýrt og því held ég að þetta sé bara barátta fyrir okkur saman. Það er atvinnugreinin sjálf sem þarf að útskýra þetta og ég held að það sé litlu aðilarnir sem að munu finna fyrst fyrir þessu, litlu útgerðin að fara fyrst, stokkararnir, það er byrjað að segja þeim upp og fólki sem er að vinna í kringum þetta, það er byrjað að hagra, svo er það iðnaðurinn sem að er með nýsköpunina og iðnaðarmennina og verksmiðjurnar og fullvinnsluna og svo er það samfélagin sem að þurfa að gera saman. Og ég myndi eitthvað það, við erum að reyna að berjast núna að fá 50 milljónir eða 60 til þess að halda frá rannsóknir hér í Eyjum til þess að gera göng. Haldið þið að það komi 1500 milljónir á ári í vegamál til Vestmannaeyja ef að vegagjöldin hækka 1500 milljónir hér? Við skulum bara vera ákveða hvað viljum mörg göng. Þannig að, og þetta eru 4 af 8 stærstu hækkununum eru hér í Suðurkjördæmi og Gjögur sem er skráð í Kringlunni. Ég held að Róbert tók núna saman að hann var bæjarstjóri, 75% af sjómönnunum bjuggu ekki í Grindavík en ég held að flestir á Gjögubátunum búa einmitt í Grindavík og eru ennþá skráðir þar held ég. En þá vil ég bara segja á lokum að eitt varðandi bara í lokin, nú er alveg svona efnahagsleg óveðurský út af hvað er að gerast í heiminum, það er tollastríð, það er stríð, það er verðbólgan er ekki búin að lækka í pratt og seðlabankastjónin segja hvernig þetta er með vextina og annað slíkt. Og það er bara eitt vopn sem við höfum í kistunni til þess að bjarga ríkissjóði eins og Guðmundur var að tala aðeins áðan og þessum efnahagslegri stöðu, að það er aukinn útflutningur. Þá skulle ekki vera ráðast útflutningsgreinarnar, ferðaþjónustu og sjávarútvegur sem er grunninn í því. Og því á lokum segi ég bara, ég þakka fyrir hennar fund, það eru tækifæri í umræðinni. Ég á ekkert bókað ferð til Spánar fyrir 22. júlí en ég get verið í þinginu þangað til og við skulum nýta umræðuna til þess að koma þessum sjónarmiðum sem eru hér á framfæri. Þannig að vonandi fyrir máli ekki í gegn, en vonandi verður það til þess að stærri hluti þjóðarinnar skilji hversu mikilvægur íslensku sjávarútvegur er fyrir íslenskt samfélag. Takk fyrir mig. Næstu tekur máls Víðir Eyjólfsson, þingmaður Samfylkingarinnar. Góðan og blessaðan daginn og takk fyrir fundinn, fundarstjóri og frummælendur. Það er búið að vera afskaplega gagnlegt og mikið af góðum upplýsingum sem að hér hafa komið fram og
Ég kom hér til að hlusta og síðan til að bera áfram þær upplýsingar sem hér kemur til mín samstarfsfólk á þinginu sem nú með þetta mál til umfjöllunar. Ég sit ekki reyndar í atvinnuveganefnd sem að fjalla málið en þar situr þetta margir sem ég þekki og vinn með sem að mun koma þessu áfram til. Ég hef búinn að funda með Útvegsmannafélagi Vestmannaeyja einu sinni, fékk gríðarlega mikið af góðum gögnum sem ég fór með og kynnti fyrir mínu samstarfsfólki. Það einhverju viðbætur sem ég sá hérna í dag og það búið að lofa mér því að ég fá þær glærur sem að hérna eru til þess að koma þeim á framfæri. Þannig að fundurinn orðinn strax verulega gagnlegur minnst fyrir mig og ég vona að það verði líka fyrir málið í heild sinni. Ég kannski að því ég er eiginmaður, ég veit það ekki, ég er ekki svona rosalega svartsýnn eins og hér hefur verið málað upp í svörtustu myndunum. Það eru blikar á lofti og það er eins og Stebbi talaði áðan eins og óvissa og Guðmundur talaði það líka, hvað óvissan ein og sér getur verið erfið fyrir þá sem í rekstri. Þannig að því fyrr sem að liggur fyrir hvernig þetta mál verður því betra fyrir alla. Það er vont að vera í óvissu mjög lengi. Ég held að það sé eitthvað sem að þeir sem hér hafa talað og reka þessi glæsilegu fyrirtæki þekkja vel. En ég ætla svo sem ekkert að vera með einhvern innblástra ræður hérna, ég ætla bara að segja ykkur þetta, ég er búinn að hlusta, ég er búinn að mun fá gögnin, hef áður tekið við gögnunum, hef kynntu fyrir þeim stjórnarþingmönnum sem sitja í atvinnuveganefndinni og átt við þau gott samtal og hef alveg komið mínum áhyggjum á framfæri í því sem að snýra að Vestmannaeyjum og Suðurkjördæmi og bara eins og ég sagði upp í Höll og Kristrún hefur sagt líka, við sögðumst alltaf að hækka veiðigjöldin. Við sögumst ekkert að gera það svona hratt og það er það sem ég hef áhyggjur af í málinni í heild sinni. Við sjáum raunverulega hvað afleiðingarnar eru og hver áhrifin verða og ég er að vona að vinna atvinnuveganefndarinnar muni skila okkur því að áður en að þetta mál kemur inn til annar umræðu í þinginu, hvort sem verður fram í Villifetti Spánar eða fyrr, að þá liggi þetta betur fyrir og við vitum nákvæmlega hvað það er sem við erum að fara að samþykkja í þinginu. En bara takk fyrir að bjóða mér og takk fyrir að taka vel á móti mér. Takk. Takk fyrir þetta. Þá heldum við áfram með fundinn. Það var nú stefnt að því að vera í 1,5 klukkustund en við höfum 8 mínútur eftir af því og kannski að við svindlum aðeins á tímanum ef það verður mikið af spurningum úr sal. En Ómar kominn hérna með mikrofón og við ætlum að fá bara hendur á loft. Við ætlum að biðja fólk að kynna sig. Gísli Stefánsson, já, ég kannast við hann. Reyndar flesta hérna inni held ég. En já, biðja fólk að kynna sig og segja okkur hvert hann beinir spurningunni að hverju. Já, komið sæl, Gísli Stefáns heiti ég. Ég bæjarfulltrúi hér í bænum og ég líka varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi og ég með spurningu sem langar til að beina bæði til Einars og Binna. Og það nefnilega þannig að í lögunum frá 2018 veiðigjöldin þá talað í fyrstu grein markmið lagana, markmið veiðigjaldsins. Það lagt á í þeim tilgangi að mæta kostnaði ríkisins við rannsóknir, stjórn, eftirlit og umsjón með fiskveiðum og fiskvinnslu. Og eiginlega spurningi sem ég með bara, hefur þetta gagnast, hefur þetta búið, er þetta eitthvað sem hefur skilað eitthvað svona framþróun, hefur orðið eitthvað bæting í eftirliti, hefur Hafró notið góðs af þessum auka tekjum frá okkur sem hafa nýst þá til þess að bæta sjávarútveginn. Takk fyrir þetta Gísli. Við fáum kannski 2 spurningar í viðbót áður en við gefum boltan aftur upp á háborðið. Sé ég fleiri hendur á lofti eða er ekki eitthvað sem brennur á ykkur? Hefur fólk farið? Jú, Trausti Hjaltason, við biðjum orðið. Komið sæl, takk fyrir góðan fund. Mér langar að spyrja Einar, þú talaðir að forsendur ríkisstjórnarinnar væru rangar. Hvaða forsendur eru rangar hjá ríkisstjórninni? Getur útskýrt það aðeins fyrir okkur? Og sömuleiðis til þín Einar, hvað getur sjávarútvegurinn gert til að koma því betur til skila, hvað sjávarútvegurinn að gera? Og svo langar mér að spyrja Binna hvort hann finni fyrir því að það sé hlustað á þig og ykkur í sjávarútveginum. Mín upplifun svona horfandi að málið utanfrá er að
mér finnst ríkisstjórnin einhvern veginn ekkert vera að hlusta á nein rauk og ætla bara að gera þetta alveg sama hvað. Það ykkar upplifun eða eitthvað verið að hlusta á okkur? Og svo vil ég bara brýna þingmenn í Suðurkjördæmi til að beita öllum sínum kröftum til að koma í veg fyrir að þetta fari allt saman í gegn svona óbreytt. Takk. Takk fyrir þetta, Trausti. Við skulum bara gefa boltan hérna upp á háborðið. Það eru tveir hérna mikrofónar á háborðinu og Einar kannski byrjar og svara Gísla og Trausta. Já, heyri ákveðlega í mér. Sko, markmiðið með lögunum ef það að borga þennan kostnað sem fellur til á ríkið þá veiðigjöldin talsvert hærri sá kostnaður. Það svona cirka bara 8 milljarðar. Hluta til átalning út af Hafró gerir þetta meira heldur en sinni sjávarútveginum. Við höfum auðvitað kallað eftir því og það auðvitað sameiginlegir hagsmunir okkar á Íslandi, svo getum við rifist skatta og stjórnkerfi fiskveiða að auka rannsóknir í lífríkinu. Loðnan til dæmis af og til stefnir það. Þannig ég sakna þess að sjá þetta ekki fara þangað. Það auðvitað þannig að þetta bara skattur, þú sem ekkert að blekkja okkur með það. Þetta alveg svo þetta kolefnisgjald. Það var átt að gera verkum að menn myndu draga úr losun. Sjávarútvegurinn er búinn að helminga losun á ekki mörgum árum. Og hvað er það gert? Auðvitað gjaldið á tvöfaldur. Það er bara búið að reikna út, þetta þarf að skila þetta miklu skattinn sko. Þannig að þegar við minnkum losunum þá bara hækkaði skattinn sko. Svona núllstilling. Varðandi spurninguna með forsendur, þá það þannig að munurinn á útreikningum hvernig skatturinn hefur gert ekki tíðina, þess að algjörlega óskiljanlegt af hverju hann ekki notaður til að reikna þetta og SMS að reikna núna, þá tökum við heildarveiðina sem við gerum ráð fyrir og er úthlutað 24 og reiknum svo skattinn út frá því. Þeir að taka eldri tölur og gera ráð fyrir þetta sé óbreytt og fá þá út þess að 10 milljarða, þeir tvöfaldar þá upp í 20, frítekjumarkið er tæplega 2 eða í kringum það, þannig að þá endar þetta í cirka 18 milljörðum samkvæmt því sem lagt það fram. Ef forsendurnar sem skatturinn hefur venjulega notað og SMS notar, þá er þetta einhvers staðar í kringum 12,5 ár, það fer í 25 og er svo frítekjumarkið, það aðeins eftir hvernig þú reiknar það, að það þá kannski í kringum 2, þá það kannski 23 milljarðar. Og út af því að þetta svo bjagað á tegundir eins og makríl og síld, að þá þýðir það raunverulega, ef menn ekki vinna með réttar tölur, þá það þreföldun hérna á Vestmannaeyjar. Bara því að koma þetta í skila, þá höfum við í sjávarútvegi haft alveg gríðarlega öflugan talsmann sem heitir Heiðrún Lind. Og við höfum kannski verið aðeins vegrað okkur við því og ættum ekki að gera það, að fara út í umræðana gagnvart sjávarútvegi sem oft, og þið sjáu það, hún afskaplega ofsafengin ofta af hálfu fólk sem hefur ekki með greinin að gera og aldrei haft. Og einhvern tíma kallaði núverandi utanríkisráðherra Þorgerður Katrín þetta í viðtali, hún notaði að þetta væru öfundargen og þau beindust oft gagnvart sjávarútveginum. Ég er ekki viss ég tæki alveg undir það með henni en það var alltaf hennar viðhorf þá þegar hún var atvinnuvegaráðherra. Og ég held að sjávarútvegi sé bara það fjölbreyttur að þó að Heiðrún sé frábær í þessu, þá er ekki mjög sanngjarnt gagnvart henni að við hinir höfum kannski ekki verið nægilega duglegir að taka þátt í þessu umræðu. Og þá geta menn bara skipst á skoðunum með staðreyndir og reynt að vera málefnalegir. Það er eina sem við getum gert, það er að koma bara fram með réttar tölur. Ég held að engin fyrirtæki á Íslandi hafa opnað bókhaldið eins mikið og sjávarútvegsfyrirtæki í umræðunum veiðigjöld eða annað. Einar búinn, heyrið mér. Já. Að mæta kostnaðir, ég þekki þetta ekki alveg nægjanlega, en svona yfirleitt held ég þetta sem bara þannig að ríkið rukkar skattana og eins mikið eins og lifandi getur og svo er þessu ekkert skipt í samræmi við það hvernig skattarnir koma inn, eins og bara bensín, þessi gjöld sem voru lögð á bensín aftur og yfirleitt að fara til vegamóla, þetta hafa aldrei farið það. Þannig að almennt er það nú svoleiðis, en ég ætla samt að segja það að samskipti okkar við Hafró, útvegsmanna, hafa verið góð og þá á ég sérstaklega við samskipti okkar við Hafró í tengslum við loðnu. Þar hafa það alveg verið til fyrirmyndar. En svona er það auðvitað bara svolítið fyrir eftir mönnunum sem eru á hverjum stað. Sums staðar gengur það vel, sums staðar gengur það ekki vel og ég ætla kannski ekki að fara mikið út í neikvæðnina sem ég geti verið með hann fullt af. En bara nefna þetta,
en svo er hlustað á okkur í sjávarútvegi og almenna svarið er náttúrulega bara nei, það er ekki sérstaklega mikið hlustað á okkur en ég þekki Víðir Reynisson ekki mikið en ég tek eftir því að hann hlustar og það er mér ekki mjög vænt að hann hlustar á okkur og hefur greinilega skilning á því sem verið er að tala og það er bara mjög mikilvægt. Við þurfum á fólki eins og Víði að halda í stjórnarflokkunum sem að skilur málið og er tilbúið til að taka samtalið og hlusta. Þannig ég bara þakka honum sérstaklega fyrir að koma. Þá er það að gefa boltan aftur út í sal og eru ekki einhverjar spurningar sem að brenna á ykkur? Ef ekki þá er ég... Jú, Sindri Viðarsson. Hann verður langgóður. Komið sæl, takk fyrir áhugaverð erindi. En ein spurning til Guðmundar, að þú komst aðeins inn á það. Af hverju heldur þeir hafa ekki bara hækkað prósentuna, sagt bara við ætlum að taka 40% eða við ætlum að taka 50% í staðinn fyrir að fara í þess að leika með sæfingar? Þetta er rosalega góð spurning og ég tengist ekkert sjávarútveg þannig séð, ég er ekki hagsmunaaðili þannig séð beint í sjávarútveg, ég bara ef mínar rætur á Ísafirði og er með þetta fyrirtæki Kerecis sem nótar roðið. Ég bara veit hvað er mikilvægt að hafa aðgang að fjármagni, ég veit hvað skattar eru mikilvægir og ég veit að besta leiðin til að fá meiri skatt er að auka og stækka efnahagslega fótsporið. Eða vera með fleiri fyrirtæki í fjölbreyttari rekstri, fyrirtæki sem gengur vel, nýsköpun, nýjar atvinnugreinar, nýjar fisktegundir, að þá stækku efnahagslega fótsporið og þá koma meiri skattar, annars þá til að hækka prósentina. Ég hugsa að ástæðan fyrir að þeir hafa ekki viljað hnika þessu til séu kannski tvær. Ég veit að sjálfstæðismenn geta kannski leiðrétt en ég veit að það voru pælingar á síðasta þingi að hækka þessar prósentum, þannig að hún fær úr 33% í einhverja hærri prósentum. Ég voru 40%, hvað sem mann allir var verið, menn voru að allar einhver umræði í gangi með það. En ég held að þetta snúist að þeir vilja nota orðið leiðréttingu, ekki skattahækkun. Og þeir koma alltaf tilbaka að það sé einhvern veginn verið að snuða almenning. Að útgerðarmennirnir sé einhvern veginn að selja sjálfum sér og sé að svindla. Að þetta aflaverðmætin sé einhvern veginn ekki rétt reiknuð. Og það hlýtur bara að vera rangt. Þannig að það eru þessar milliverðlagsreglur sem eru bara tilgreindar í lögum hjá ríkiskattstjóra. Þegar vinnslurnar eru að selja sjálfum sér á Íslandi, aðeins að það fari til dótturfyrirtæki eða markað, að þá eru það sjómennirnir sem koma á borðinu. Og ég veit það vel, ég veit að það eru margir sjómenn hérna, en ég veit að sjómenn passa upp á sitt og þeir gefa ekki eftir eina fingurbjörg í sínum kjörum. Þannig ég bara stór efast að sé eitthvað misjafnt í gangi þar. Þannig ég hugsa að það sé bara að þeir vilja ekki segja þeir hafa hækkað skattinn, heldur hafa leiðréttan og þeir hafa leiðréttan þannig að útgerðarmennirnir sé ekki lengur að svindla á fólkinu í landinu. Já, takk fyrir þetta. Við ætlum að taka kannski eina umferð. Já, Kolbeinn og Víðar hafa báðir beðið að koma með spurningar og ég segi okkur hvernig þið viljið spyrja. Takk. Herðu, ég ætlaði eiginlega bara að senda þetta beint á ríkisstjórnina. Ég heiti Kolbeinn og er formaður í sjómannafélaginu hérna. Sko, þegar þau tala að leiðrétta eitthvað, heima hjá mér getum við Guggi ekki leiðrétt neitt ef við veitum ekki hvort það var vitlaust. Takk fyrir mig. Víðar Elíasson, gjör svo vel. Komið þið sæl. Ég vil bara þakka fyrir góðan fund, en ég veitti því athygli áðan að Víðir talaði það að við þurfum að reyna að eyða óvissunni. Kvótakerfið tók gildi 1984 og við hverja kosningar þá er alltaf sjávarútvegurinn settur í ákveðið uppnám. Það bara virðist vera reglan. Það virðist auðvitað verða breytingar á þingi og nýtt fólk kemur inn, en það er eins og bara þeir sem stýra viðkomandi stjórnmálaöflum að þeir virðist aldrei ná að hemja sitt fólk og reyna að koma því í skilningum hvernig sjávarútvegurinn er á Íslandi. Við erum miklu frekar að senda skilaboð
og ég ætla að vona þingmennirnir sem fara til síns heima í kvöld eða hvenær sem þeir fara og mæta til vinnu að þeir tali fallega sjávarútveginn. Að við tölum það að fólkið sem býr hér út í byggðunum og að skapa verðmæti til að sé hægt að gera þetta og gera hitt, að þetta sé allt ósköp venjulegt fólk sem mætir til vinnu á morgnana og reynir að hámarka arðsemi af þessu sem þeir að gera. Ég ætla ekki beina neinum spurningum hérna að pallborðinu og þeim sem sitja þar, en mér langaði bara svona aðeins að varpa þessu fram og bara ítreka þakklæti fyrir góða fund. Takk fyrir þetta, Viðar. Einhverjar spurningar í viðbót? Vilhjálmur Árnason. Já, takk. Það eru annað Binni eða Einar sem þurfa að svara mér hérna varandi skattsporið. Að það er tvennt í því að það er kannski fyrst með kolefnisgjöldin. Vitið hvað stór partur af flotanum, hvort sem að sé flutningafyrirtækjunum eða uppsjór sem farin að versla olíuna í Færeyjum, þannig að fara að fordæmi landhelgisgæslunnar til þess að spara kolefnisskattinn annars vegar, og svo á glærinu sýndir Binni hvað mörg félög búin að samanast inn í vinnslustöðina, svo hafa félög verið að samanast undirverðið, Vísir inn í Síldarvinnsluna og annars slíkt. Hvert hefur verið skattspor okkar þjóðarinnar af því að þegar að kvóti skiptir hendur á þess að vera nýtið verðmæti, það er hvaða tekjur höfum fengið bara af þessum félögin ekki færi úr Vestmannum, hefur bara breyst eignarhaldið hérna og þá verður til tekjur fyrir þjóðkassan. Vitið hvað upphæðir það eru? Takk fyrir þetta, Vilhjálmur. Kannski bara Örvar Guðni hefur líka beðið hérna, Ómar, austamegin. Já, daginn, mig langar að spyrja stjórnmálafræðinginn sem kannast ekki vera endurskoðandi. Veistu hversu vel gengur hjá fiskvinnslum sem reiða sig eingöngu á hráefni frá þessu fiskmörkuðum að reka sig? Takk fyrir þetta. Þá gefum við bara upp á háborðið hérna og ef að Binni vil kannski byrja að svara Vilhjálmi. Já, bara takk fyrir spurninguna. Svarið við því hvað er mikill skattur af því þegar fyrirtæki hafa selt eða þessi viðskipti átt sér stað. Hún er svo góð spurningin að svara þér ég veit það ekki, en ég veit þetta er mikið. Gerum við grein fyrir þetta mjög mikið. Þetta eru mjög mikið peningar sem þannig hafa ratað til ríkisins. Og ef við bara tökum síðan Færeyjar og kolefnissporið, þá er það einfaldlega þannig að í hvert einasta skipti sem unnt að taka olíu í Færeyjum, þá tökum við olíu í Færeyjum og þetta siglir landhelgisgæslan þangað og kaupir olíu, en ég veit að þeir eru betri aðstöðu fyrir austan, að styttar til Færeyja þaðan heldur frá Íslandi, heldur frá Vestmannaeyjum fyrirgefið og þeir nýta sér það tækifæri og þannig er þetta, þannig að þetta flæðir þetta allt saman eins og bara eðlilegt er. Það sem að mér langaði, ég held að þetta sé tvær spurningarnar, en mér langaði, ég var nú búin að biðja orðið það, því að mér langaði að loka því að áðan sýndi ég það, hvað það þýddi fyrir útgerð vinnslustöðvarinnar ef við horfum tilbaka að tvöfalda eða rúmlega tvöfalda veiðigjald. Það þýðir það að það er engin hagnaður í útgerð. Það þýðir bara eitt. Það þýðir það að útgerðin, hún mun drabbast niður og alveg svo Guðmundur lýsti, ég geti alveg lýst þeirri stöðu sem var upp úr 1992 og upp úr 2000 með þeim sömu orðum hann lýsti, menn voru ekki að endurnýja húsin sín þegar erfiðleikarnir voru sem mestir. En þetta fer auðvitað í það sama horf og það er bara því miður eins og Páll Magnússon sagði að einhver góður maður hefði nefnt það væri gott að gera þetta á 2 árum. Það er bara einfaldlega ekki þetta mikið til skiptana og það er ekki það er ekki svigrúm til verulegra hækkunar á veiðigjöldum. Því miður, það er hinn kaldi sannleikur og mér langaði til þess að loka því sem ég var að segja með þessu.
og Einar stjórnmálafræðingurinn hann tekur við. Nei, það var fyrirgefið, það var endurskoðandi. Sem að þrætti verið endurskoðandi, Já, þá ætlum við að gefa Róbert Ragnarssoni frá KPMG orðið. Já, við erum reynda báðir stjórnmálafræðingar Einar sko, þannig að það er bara spurning hvor okkar tekur þennan bolta. Ég er ekki með upplýsingar árangur fiskvinnsla án útgerðar sko, en það eru einhverjir í því, þannig að lítur yfir eitthvað við hafa. Einhverjir bara mjög illa. Já, ég þekki það ekki sko, en ég hef ekki skoðað það sérstaklega. Nú bara svona hefur þetta í sinnskyld sem ég tekti málstað, ég er bara að fá að þakka fyrir að fá að vera með ykkur hérna í dag og koma á framfæri þeim upplýsingum sem hafa verið tekið saman fyrir sveitarfélögin og þá Vestmannaeyjar sérstaklega. Íris er formaður samtakanna og hefur verið öflug í þessari hagsmunagæslu og hún reyndar hefur náð því fram og hún hefur náð fundum með þessum ráðherrum þó svo að það hafi nú ekki staðið til boða í upphafi. Þannig að samtalið við atvinnuvegaráðherra og fjármálaráðherra allan fór fram síðan og ég held að það hefur nú skilað einhverjum árangur varðandi frítekjumarkið sko. En hvort að það hefur einhver áhrif meira núna inn í atvinnuveganefndina, það hefur búin að fara líka þangað. Þannig að það verður vonandi til þess að koma hagsmununum einhvern veginn betur á framfæri. En ég vil bara þakka kærlega fyrir að fá að vera með ykkur og við hjá KPMG erum bara stolt og ánægð að fá að vera með. Við erum með skrifstofu hjá okkur líka og erum að sinna Ísfélaginu og fleiri góðum sveitarfélaginu og fleiri góðum fyrirtækjum fyrir yfir. Takk fyrir. Einar Sigurðsson. Já, stjórnmálafræðingur segir Páll. Það er rétt, við Róbert vorum saman í þessu Kanada. En varðandi skattsporið til að svara Villa varðandi sölu á fyrirtækjum, þá sjáum við það hvers skiptið þegar þessir skattalistar eru lagðir fram og þá er yfirleitt að ræða fólk sem er að selja ævistarfið sitt í formi fyrirtækja, hvort sem það er í sjávarútvegi annar staðar. Þannig að þetta eru þá alltaf miklar tölur og það hefur verið hér í Vestmannaeyjum eins og annar staðar svokallaðir skattakóngar af þeim ástæðum og svo sem í öðrum atvinnugreinum og ekkert óöld við það. Mér langar aðeins vegna þess að spurningin kallar á aðra vangaveltu sem auðvitað samþjöppunin hefur verið. Síðast þegar það var hækkað auðlindagjöldin talsvert 2012 þá hafa þessi topp 20 fyrirtæki stækkað að meðaltali 15%. Síðan þá hafa fyrirtæki, og þið þekkið öll þessi fyrirtæki og ég er að gleyma heilum helling. Dalavatn í Eyjum, Bergur inn í Síldarvinnsluna, Bergur inn í Síldarvinnsluna, Vísir inn í Síldarvinnsluna, Ramminn Ísfélagið sameinast, Stálskip er keypt og leyst upp og skipt á milli þriggja aðila, Sófasennar Seselsson á Snæfellsnesi fer inn í fisk, hverjum ég er að gleyma ykkur, Breim og Ögurvík og það eru nokkur önnur viðbót. Ég taldi þetta saman að þetta væri 18% af útlutum heimildum sem hefur þá runnið inn í þessu topp 20. Og ef við teljum okkur upp í 18% núna, förum bara heim til Guðmundar, byrjum bara fyrir vestan. Þá jafngildi þessi 18% Gunnvöru á Ísafirði, Jakobi Valgeir á Bolungarvík, Odda á Patreksfirði, öllum fyrirtækjum á Snæfellsnesi, Nesfiskur í Garðunum. Við þurfum að finna eitt svona meðalstórt í viðbót og svo allt Snæfellsnesið aftur. Munur á þessari upptalningu og hinni sem var áður að þar voru oft fyrirtækin sem voru fyrir á fleti sem tóku við boltanum eða þessi fyrirtæki voru á stærra atvinnusvæði þannig að það hafði ekki eins mikil áhrif. Öll þessi sveitafélög sem ég er að telja upp hérna, þar eru þessi fyrirtæki burðar á sig atvinnulífinu og þið getur rétt ímyndað hvernig samþjöppunum þá verða gagnvart þeim sveitafélögum og þeim samfélögum sem fyrirtæki starfi í. En strandveiðar eiga að bjarga sig? Ég held að strandveiðar að hafa veðurstofustjóra á eftirlaunum og fleiri góða menn á strandveiðum eru ekki því miður að gera neitt fyrir neitt. Takk fyrir þetta Einar og Guðmundur hefur beðið orðið að endingu. Já, þetta var mjög góð spurning hérna hvernig gengi hjá vinnslum sem eru ekki með fiskveiðar. Það gengur bara mjög illa hjá þeim. Það til dæmis fyrir vestan á Suðureyri er fiskvinnslan Íslandsaga í Súgandafirði. Hún hefur gengið mjög illa, það er síðasta fiskvinnslan í bænum. Hún hefur gengið mjög illa undanfarna áratugi. Rekin með hagnaði með tapi í fjöldamörg ár. Svo er það núna fyrir 3 árum að þeir fá úthlutað byggðakvóta og tókst það á samþætta vinnsluna sína. Þeir keyptu bát, settu byggðakvótan á bátinn og eru núna með samþætta fiskveiðar og vinnslu. Og núna í fyrsta skipti, 200 ár, hefur verið hagnaður af rekstrinum Íslandssögu, þar sem starfa 40 manns. Hann Óðinn, sem er framkvæmdastjóri og einn af eigendunum í Íslandssögu, hann kom
á fundinn hjá Samtökum atvinnulífsins fyrir þessari viku og hann talaði það að ef þessar breytingar færi í gegn þá mun hann hætta rekstri mitt næsta ár. Hann sér fram á það að hans rekstrargrundvöllur og annarra, ég held að það eru 14 önnur fyrirtæki sem eru rekin á byggðakvóta, að hann muni hætta mitt næsta ár rekstri. Kannski ekki frá hausinn, þetta verður bara of mikið vesen. Hann búinn að standa í þessu alla sína ævi og hann bara hefur ekki bak til þess að takast á við eitt en áfallið. Og þetta síðasta fyrirtækið sem einhvern verulegan atvinnurekstur á Suðureyri. Og þetta með samþættinguna á vinnslunni er svo mikilvægt. Vegna þess að öllum þessum OECD-löndum sem ég var að tala áðan, þar sem þetta er allt rekið með tappi, eins og í Noregi, þar er einmitt ekki þessi samþætting. Ástæðan fyrir það gengur vel hjá okkur er samþættingin. Og nú einhvern veginn á að gera það óhagfelldara, þannig að samþættingin hætti að ganga eins og gengur í dag og breyta bara þessari atvinnugrein sem er 18% útflutningstekjum Íslands í einhvers konar atvinnugrein sem gengur ekki vel og kemur til að kólna liður og skapa þessa og stekka þessa sívaxandi gjá milli höfuðborgarinnar og landsbyggðarinnar. Takk fyrir þetta, Guðmundur. Þá held ég að við förum að slá botninn í þetta. Þetta er búið að vera fínn fundur, tæpir 2 tímar og fólk er margs vísari. Við ég vil fyrir hönd Eyjafrétta þakka starfsmönnum fundarins. Við tókum þetta upp og ég vona að við setjum upptöku af þessu fundi á netið eftir örfáa daga og ég þakka þingmönnunum fyrir að hafa gert sér ferð í Eyjar og hlustað á okkar málflutning. Og ég vil þakka öllum sem sáu sér fært að mæta hérna í dag, kærlega fyrir komuna og segja þessum fundi slítið. Mjög góð.